Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Kryddsíld 2025 sem fagnar nú 35 ára sjónvarpsafmæli. Býsna langur tími og þó tíminu fljótur að líða. Hér í salnum hátíðlegt að litast eins og þið sjáið og formenn stjórnmálaflokkana eru allir mættir tilbúnir að fara yfir árið og ljóst að margt að ræða. Nú undirtónninn í umræðu með Kryddsíld alltaf alvarlegur en nóg verður líka slegið á léttastrengi, hér verður hlegið, kannski fljúga einhver skot og alveg örugglega sögð gamanmál. Og vel að merkja gott fólk, þá getið þið áhorfendur góðir tjáð ykkur þáttinn, frammistöðu formannana eða annað sem ykkur dettur í hug á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu Kryddsíld. Og svo þegar líður á kynnum við mann ársins til leiks, ljúfir tónar munu óma frá húsbandinu okkar góða og vandræðagangi ársins verða að geða skil á spaugilegan hátt. En það eru þau Erla Björg ritstjóri og Kolbeinn Tumi fréttastjóri sem stýra þessari flottu áramótaveislu og það ekki eftir neina að bíða. Við skiptum yfir á háborðið. Við okkur af Kitty og Jóa eins og vanalega, við erum í góðum höndum. Nú það eru þau nýmæli í ára, hér sitja fleiri konur við borðið en karlar og það hefur aldrei gerst áður. Og það kannski viðeigandi á þessu kvenna ári mikla, þar sem konur á mörgum yfir stöðum. Þið ráðið bara allir. Já. Og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún hér í fyrsta sinn. Það engin busavígsla, en við sjáum til, kannski eitthvað undirbúið. Ég byrð mjög spennt. Velkomin. Takk fyrir. Fyrir ári síðan, akkurat ári síðan, þá var nýbúið að mynda ríkisstjórn. Og nú erum við komið með reynslu af þessari ríkisstjórn, þannig að það verður gaman að fara yfir þetta. Heldur betur. Árið að líða, Kristrún, þitt fyrsta ár sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar og væntingarnar voru mjög miklar. Mjög miklar. En það kom fram í fréttum okkar í gær, sem þú vonandi sást, að ríkisstjórnin virðist ekki alveg hafa staðist þessar væntingar. Aðeins 15% landsmanna segjast, telja ykkur hafa haft góð áhrif í menntamálum. Fjórðungur landsmanna segir að áhrifin hafi verið góð í heilbrigðismálum. Þetta eru stórir málaflokkar sem ég veit að skipta í máli. Töluvert fleiri telja reyndar að áhrifin hafi verið hreinlega slæm. Þannig að fólk virðist hafa orðið fyrir nokkrum vonbrigðum. Þetta er úr könnunmaskínu. Á sama tíma þá sagðir þú okkur í gær að árangurinn á fyrsta ári hefði bara verið góður. Hvað viltu segja við þennan fjölmenna hóp sem að virðist bara sitja núna heima við sjónvarpsskjáinn og vera bara svolítið vonsvikinn? Já, sko mér finnst bara mjög mikilvægt að við köllum fram svona viðhorf á og til. Ég held að það sé ekki gott ef maður gegnir svona ábyrgðarstöðu að vera einhvern veginn í afneitun hvað gengur vel og hvað gengur illa. Það eina sem maður getur gert þegar maður er komin í svona stöðu er að vinna jafnt og þétt að hlutunum. Við erum búin að vinna núna í 1 ár af 4. Við fórum af stað með ákveði plan í gegnum stjórnarsáttmála sem sneri til dæmis að efnahagsmálunum sem hefur skilað sér í það að við erum með afgerandi áætlanir að ná niður hallanum ári fyrr en síðasta ríkisstjórn. Við höfum séð vexti og verðbólgu fara lækkandi en auðvitað viljum við öll sjá það gerast hraðar. Ég meina, auðvitað getum að tekið undir með það að það er ekki eðlilegt hvað hefur verið hátt vaxtastig í landinu gegnum árin. Við innleiddum stöðugleikareglu til þess að tryggja það að útgjöld væru almennt fjármögnuð og við höfum til dæmis náð býsna langt finnst mér þegar kemur að sviði heilbrigðismála, sérstaklega gegnum félagsmálaráðuneyti með uppbyggingu hjúkrunarheimila. Ég meina það er búið að taka 6 skóflustungur við ný hjúkrunarheimili á innan við ári. Þetta eru auðvitað árangur en það breytir því ekki að upplifun fólks getur auðvitað verið að það sé ekki farið að birtast í raunveruleika fólks á öllu leyti. Við tökum það til okkar, en við getum ekki bara bognað og brotnað þrátt fyrir að hlutirnir sé ekki nú þegar farnir að tikka inn. Við þurfum að halda áætlun. En gengur þetta hægar en þú reiknaði með? Er erfiðar að breyta kerfinu, að breyta ýmsu en þú kannski helst? Sumt tekur hægar, ekki spurning og ég get til dæmis alveg sagt það að við fórum að stað með að skipuleggja og setja saman innviðafélag fyrir samgönguúrbætur í landinu og það kom mér verulega óvart hvað það reyndist þungbært og erfitt í kerfinu og ég er í rauninni farin að skilja hvers vegna við búið að tala þetta í áratug en það hefði ekki náð að klárast. Og það þurfti að berjast svolítið fyrir því, ekki af því að embættismenn var ekki að standa sig, heldur það hefði verið kannski svona einhver gömul tregða milli ráðuneyta, stundum svolítið hreppapólitík á milli ráðuneyta
og það er búið að taka tíma fyrir þessa ríkisstjórn að ná aðeins að brjóta niður veggi sem eru innan stjórnsýslunnar og ég held að ráðherrar geti haft mikið það að segja, að búa til svona sameinandi stjórnsýslu. Þannig að það tók tíma en við náðum að landa því og erum að fara að ljúka því núna upp úr áramótum. Þannig að auðvitað maður frústraður með sumt, en ég ætla þó að segja að sko þegar maður í pólitík og gegna svona ábyrgðarstöðu þá á maður ekki að kenna öðrum maður ekki að kenna embættismönnum eða kerfinu, það erum við sem berum ábyrgð og við þurfum þá að finna leiðir bara til að láta hlutina ganga hraðar. Og við höfum lært af kerfinum á þessu ári og við munum alveg breyta upp á einhverju nýju komandi ári ef það þarf meiri hraða í hlutina. Sigmundur, hvað segir þú með árið sem að líða, árangur ríkisstjórnarinnar og bara hvernig þinn flokkur hefur það á þessu ári? Hann hefur ágætt. Já, fylgir ykkur upp. Og vonandi áfram. En þetta búið að vera mjög áhvert ári í pólitíkinni. Tók við alveg ný ríkisstjórn. Enginn af þeim flokkum sem voru í síðustu stjórn, sem var nú lent á tölvörðum villigötum mjög snemma. Enginn þeirra var í ríkisstjórn áfram og við það voru bundnar miklar vonir að það kemur alveg ný stjórn sem að myndi breyta hlutunum verulega. En það hefur nú ekki alveg gengið eftir. Öll fyrirheitin fyrir kosningar virðast vera gleymt. Ég ætla að passa með að þetta ekki of mikið í hagskýringar en sko, ástandið við þessi áramót er ekki gott, efnahagslega séð. Það stefnir í aukna verðbólgu, meðal annars vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar, ekki minni verðbólgu, engin sleggja. Það stefnir líka í aukið atvinnuleysi. Það er búið að aukast, það er 7% atvinnuleysi þessi áramót. Það eru mjög stór viðfangsefni sem að blasa við. En ef ég á að reyna að gerast óháður álitsgjafi ríkisstjórnina, þá hefur Kristrún náttúrulega komið mjög vel fyrir sem sterkur leiðtogi ríkisstjórnar og afdráttarlaus og gerir það mjög vel. En á sama tíma hefur hún þurft sem forsætisráðherra að fást við ýmsar uppákomur og ég er ekki viss að hún hafi gert ráð fyrir því að á köflum gæti Viðreisn verið jafnvel erfiðari viðfangsheldur en flokkur fólksins. En það er svona búið að þróast aðeins með þeim hætti eftir því sem að liðið hefur árið. Að uppákomur flokks fólksins hafa jafnvel fallið í skuggan af Evrópusambands þráhyggju Viðreisnar. Og þetta er auðvitað erfitt og ég vottaði samúð með Já, við erum samt bara með stjórnarsáttmála sem er minn og við vinnum eftir honum, sko. Já, það er vandinn. Það er vandinn. Það er erfitt að vera með stjórnarsáttmála og standa við það sem maður ætlar að gera og maður er ekki einráður, en það er bara góð samstaða þessu máli í ríkisstjórninni. Ekki Evrópusambandið. Jú, það er góð samstaða það við ætlum að spyrja þjóðina, líkt og margir að kalla það eftir. Segir þeim svo að þú sett aftur að fara á Evrópuvagn. Ég er að fara á þann vagn að spyrja þjóðina og ef fólki vill ekki gera þetta. Spyrja þjóðina hvort þú gangi Evrópusambandið. Nei, núna talandi um það. Nú þarf þú að tjá þig ábyrgð Sigmundur Davíð af því að þú ert að leiða stóran flokk og mér finnst í góðu lagi að fólk getur verið ósammála hvort það er farin í Evrópusambandið ekki. En ekki fara að villa fyrir fólki hvað á að kjósa, sko. Það á að kjósa hvort það eigi að hefja þessa umræðu, fara í þessar viðræður eða ekki. Ef fólk vill það ekki, gott mál, þá getum við skilið eftir okkur ef fólk vill það. En það er ekki viðræður við Evrópusambandið öðruvísi en að vilja fara þar inn. Þetta hafa Evrópumenninni reynt að útskýra fyrir okkur í 20 ár. Já, gott og vel, en bara allt í lagi að halda því til haga að það fylgir því ábyrgð að stýra stórum flokki sem er minn og rétt skal vera rétt. En talandi það, Þorgerður, stefnum við á atkvæðagreiðslu 27 Já, það stendur í stjórnarsáttmálanum. Er eitthvað að byrja að undirbúa það? Já, við bara tölum saman. Við náttúrulega, þetta er risamál og ég held að bara bursið frá atkvæðagreiðslunum, það er alveg rétt sem að Kristrún er að segja. Þar liggur alveg skýrt fyrir þessi ríkisstjórn. Við treystum þjóðinni, við hræðust ekki þjóðina eins og mér stundum aðrir flokkar og sérstaklega Sigmundur, furðulegt nokk, elsku Sigmundur minn, hræðast þjóðina. Það sem er hins vegar, það sem er hérna, það dugar ekki bara að vera í pólitík og segja einhverja sniðuga setningar. Nei, það þarf að bjóða raunhæfar lausnir. Og það er það sem við erum að gera, Það er það sem við erum að gera. Hérna, ég heyri það að hann er eitthvað á nálum, elsku Katrín. Það er alveg með ráðum gert að þið voru ekki látið sitt að Já, ég held að það sé líka gott. En það sem er hins vegar, sko,
við þurfum að fara að tala bara hvernig heimsmyndin að þróast, burtséð frá Evrópusambandinu. Og við erum að sjá það, stórveldin að taka miklu meira pláss heldur en hvort sem það eru Bandaríkin, Rússar, Kína, þau vilja sjá ákveðna þróun og með í farteskjunni eru þetta þessi stórfyrirtæki, risafyrirtæki sem að vilja ráða mjög miklu. Við sjáum bara hvernig Elon Musk vinur Sigmundar að tjá sig og vill sundra meðal annars Evrópusambandinu og þetta eru þessir risaflekar og ég held að sé mikilvægt fyrir okkur Íslendinga og að taka þetta samtal hvar við viljum vera, hverju við viljum tilheyra. Ekki bara lenda milli skips og bryggju og tína að borðun einhverja afganga sem að stórveldin hugnast að setja fram. En hvenær og hvernig á þetta samtala hefjast? Já, bara vonandi sem fyrst. Ég held að það sem að mun alltaf ráða úrslitum hjá okkur, óháð því hvaða afstöðu við höfum til Evrópusambandsins og þessa ferils bara hvað gagnast íslensku þjóðinni, hvenær gagnast íslensku þjóðinni að við förum og í þessa viðræður, í þessa vegferð og við bara ætlum að verja íslenska hagsmuni fyrst og fremst. En ætlum fyrst að athuga hvort að ekki hræðast þjóðina. Ég held að skipti mjög miklu máli á þessum dögum og á þessum tímum að geta átt samtal við þjóðina og við óttumst það ekki. Gott og vel. Inga, þegar við sátum hérna fyrir árið þá vorum við þið Sigmundur Davíðs sammála það að Flokkur fólksins hefði verið sigurvegari kosninganna. Árið síðar þá hefur ýmislegt gengið á eins og Sigmundur Davíð nefndi hérna áðan og við erum að tala til skiptust ráðherra til brunnu inni með strandveiðarnar og svo umtalað skógmáls, ég ætla nú ekki að fara of mikið úti fyrst ég sitt svona nálægt þér. En málið þetta segi ég algjöru gríni. En fylgi ykkar hefur hrunið frá kosningum, þannig að maður velti fyrir sér, var þetta ekki svolítið erfitt ár og kannski lýsandi fyrir árið að hér situr þú með 3 ráðherrahatta á leiðinni í nýtt ár og mikil óvissa hvernig þetta verður hjá Flokki fólksins? Já, þetta náttúrulega bara engin óvissa, alls engin og þetta ár hefur verið ár ævintýra og þetta ár hefur verið ár verkstjórnar, þessara frábæru ríkisstjórnar, þar sem að Flokkur fólksins tvímælalaust að koma fram núna áramótin sem stórkostlegur sigurvegari, þar sem við erum að ná fram mjög mörgum af þeim þjóðþrifamálum sem að Flokkur fólksins hefur haft hugsjón fyrir og var stofnaður út á, þar að lyfta upp fátækasta fólkinu hér í landinu. Það nú athyglisvert að við skulum hafa verið að ganga í gegnum það þegar við erum að koma fram með mál sem að lyfta upp langfátækasta fólkinu okkar, að stjórnarandstaðan skildi í rauninni vera með hamar og sleggju á okkur hér í vor þegar hún var að verja fáa auðkýfinga og sérhagsmunaöflina með kjafti og klóm, á meðan að brunnu inni mörg mál sem að skiptu fólki í landinu öllu máli. Flokkur fólksins, við vorum náttúrulega ekki með það ráðuneyti á þeim tíma. Við tókum það í kjölfarið, en það breytir ekki þeirrist og það var miður. Ég skal alveg segja það var mjög mikið miður og það var nú eitt af þeim frumvörpum sem að dagaði uppi í þessu Íslandsmeti málþófi. Frumvarpi sem að átti í rauninni að tryggja það að fiski, hvað heitir þetta aftur? Strandveiðar? Nei, Fiskistofa. Myndi ekki stöðva strandveiðarnar þegar 10.000 tonna markinu var náð. Það var því miður, raungerist ekki. Hver í stjórn á dagskrá? En hér í rauninni allt að gerast. Flokkur fólksins hefur verið að sjá svona 3,8, 4,3, 5,1 og alls konar prósent síðan hann var til. Ég hef fengið að sitja undir því jafnvel daginn fyrir kjördag að vera að spurða því hvernig mér liði með það að Flokkur fólksins væri að þurrkast út og daginn eftir var að koma 6 kjörna þingmenn sem gerist 2021. En vorum við að berjast á þessum vígstöðu núna 2024 og núna erum við með 10 þingmenn og komin í ríkisstjórn. Það eina sem ég get sagt, það þarf enginn að sjá eftir því að treysta Flokki fólksins vegna þess að við höfum okkar hugsjón og við erum hér í frábæri ríkisstjórn sem berst af hug og hjarta fyrir þessum þjóðþrifamálum. Þannig að ég spyr bara leikslokum og það ekkert nema bjartsýni og bros fyrir því sem við höfum verið að gera. Þetta var stór sigur fyrir Flokk fólksins, bæði samningurinn okkar sem að við skrifuðum undir sáttar og glaðar, þar sem við ákvaðum að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna, við ákvaðum að koma fólki í 450.000 krónur, við ákvaðum að taka utan fólki okkar hvort sem að væri með aldurstengda örorkuuppbót eða hvað eina annað sem er. Við höfum fylgt því fast eftir og mörg af þessum málum urða lögum núna jólin og fólkið okkar á eftir að finna fyrir því núna á komandi ári. Þar sem í rauninni launin þeirra munu hækka 1. janúar líka til viðbótunum 5,2% og 1. janúar 2027 mun að fullu vera komið fram. Þar sem við erum sérstaklega að berjast fyrir sem að í raun að tengja vísitölu
almannatrygginga við launaþróun í landinu. En fólk hefur mikla áhyggjur af menntamálum. Við sáum það í könnunum, þó að það sé ekki mjög skemmtilegar. 15% telja ykkur hafa haft góð áhrif og menntamálin eru hjá ykkur og nú eru þið með menntamálaráðherra sem vonandi á góðum batavegi eftir aðgerð. Það mikil óvissa og hann nú búinn að vera í brúnni stóran hluta ársins. Ertu með plan B? Hvað gerist nú þegar við förum inn nýtt ár? Það augljóst að það eru nokkra vikur og mánuði til að jafna sig. Ég segi náttúrulega það. Ég gjörsamlega deili þessum áhyggjum hvað varðar menntamálin sem að við í rauninni tókum við á verulega vondum stað. Það sem tæplega 50% drengja var að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með lélegan lesskilning eða bara nánast ólæsir. Við tókum við óbærslega stóru verkefni sem við erum að vinna að lengt og ljóst og það liggur fyrir að þetta eru stórar áskoranir. Núna ég sitjandi mennta- og barnamálaráðherra eins og þau hafa nú gjarnan sagt að þetta 3 hatta Inga. Þannig og það náttúrulega liggur algjörlega fyrir að mér algjörlega treyst fyrir því að vinna að hag þeirra sem ég að sitja fyrir og það mun ég gera. Þannig að ég segi bara, hafið ekki áhyggjur. Ég grjóthörði því að gera hlutina betri. En örstutt að þessu málþófi sem að þú komst inn á og Sigurður Ingi, nú hlutverkið þitt breyttist og ert í andstöðu eftir langan tíma í ríkisstjórn. Hvernig þitt mat á þessu málþófi síðasta vor og kjarnorku ákvæðinu svokallega sem var beitt, sem var síðan farið að kalla lýðræðisákvæðið í meðförum ríkisstjórnarinnar? Hvert þitt svona álit á þessu? Af hinu alþekkta og alkunna lítillæti ríkisstjórnarinnar eins og við höfum heyrt þær valkyrjurnar lýsa í dag öllu á getinu sem þær hafa sinnt, að þá var það auðvitað þeirra mál að keyra þetta mál svona fast á þingið. Illa undirbúið, engin áhrif. Áhrifin hafa síðan komið fram síðar. Við höfum séð atvinnuleysi vaxa, við höfum séð uppsagnir, við höfum séð fjárfestingar stöðvast og ríkisstjórnin sjálf varð að viðurkenna núna milli 2. og 3. umræðu fjárlaga að áformin að fá 7,5 milljarð í viðbótartekjur af veiðigjöldum lækkuðu 6,7 milljarða. Það 800 milljónir sem að hávaðin í sumar stóð Og á meðan hentuðu milli 40 og 50 málum til hliðar sem við hefðu getað og við áttum oft samtal viljið ekki frekar finna einhverja leið á þessu, reyna að semja þetta mál og afgreiða hér alveg hauga málum sem eru góð fyrir samfélagið. Lofa okkur að taka stjórnina. Og ekkert að lofa, lofa okkur að taka stjórnina. Bara hreinlega að ganga þannig frá í þinginu á lýðræðislegan hátt sem ég veit að erfitt fyrir hana nöfnu mín að kyngja, að þannig virkar þingið. Það þingið sem ræður en ekki framkvæmdavaldið, að þá bara gerðu það ekki og síðan heldum við náttúrulega að þessi mál kemur öll fram í haust. En staðreyndin sú að það var bara hægagangur, það eins og þau sprungið á limminu í sumar, ríkisstjórnin. Og í september komu ekki fram nema hluti af þessum málum, mjög lítið í október og ekkert eiginlega í nóvember og afraksturinn var síðan sá að núna í fjárlögunum, eða semst við þinglokin núna við jólin, að þá afgreiddum við fyrst og fremst fjárlögin og fjárlega tengd mál og öll hinn málin bíða sem allt í lagi, þau hafa oft gott að því sumhver að fara eitt hring enn í gegnum þingið en þetta var algjörlega val ríkisstjórnarinnar. En nú ert þú mikill reynslubolti og verið lengi á þingi, en ég bara hugsa, ef ég spyr þig núna einlægt, var eitthvað óeðlilegt við þetta, var eitthvað óeðlilegt við... Já, algjörlega, og ég hef haldið því fram og sagt það opinberlega og ég veit að einhverjir við borðið munu viðurkenna það að á þessum tíma þarna í sumar þá gerði ég bara tilraun til að segja það ekki mikill munur á milli. Ef ekki bara reyna að setjast niður og ná einhverju samkomulagi. En þeirra stjórn, þessi nýja breyting á stjórnmálum í Íslandi var ekki þessi. Hún var að beita þessu kjarnorkuákvæði sem að muni auðvitað hafa áhrif á næstu þing og næstu kjörtímabil. Líður eins og þessi búið að múlta þetta inn í af því að nú hann að vitna til prívat samtal okkar á milli af því að þú vilt svolítið setja okkur på plats og það allt í lagi. Af því að þú hefur reynslun og nú komum við hérna inn og erum að breyta öllu. En það liggur alveg fyrir af því að þó ég hef ekki verið lengi í pólitík. Þá hef ég verið í minnihluta, ég hef verið formaður í minnihluta
og framkoman sem að birtist okkur í sumar, ég hafði aldrei upplifað annað eins. Að við varum settar í þá stöðu að velja og hafna eftir ykkar vilja. Og það ekki lýðræðislegt, Sigurður Ingi. Ég ætla ekki að fara í að bakka aftur með þessar tölur í veiðigjöldunum sem þú ert að fara fram og tilbaka Það eru einhverju aðrir fjölmiðlamenn eða greiningaraðilar sem geta tekið það saman. Það stendur bara í fjárlögunum 7,5 og lækkaði 6,7, það er 800 milljónir eftir. Að ef að þú ætlar að endurskrifa söguna, að þú stillir því ekki þannig upp að það sé lýðræðislegt að stilla ríkjandi stjórnvöldum meirihluta þingsins upp við vegg og segja my way or the highway. Og já, við stóðum í fæturnar, við gerum það enn. Það fjöldi allar af fínum málum inn í þinginu. Það ýmist of eða van, annarkvort það illa unnið eða of vel unnið. Ég meina, spyrjum bara að leikslokum. Sjaldnast of vel unnið. Það mikill vilji til að vinna saman með minnihlutunum og ég hlakka til að koma takmarkaður vilji til að vinna saman með minnihlutunum og þegar að þær segja my way the highway þá var það sem að þær ákveða að fara. Ég hef áður setið í ríkisstjórnum og höfum þurft að díla við erfiða stjórnarandstöðu í einhverjum tímum þar sem eru bara mörg mál undir og þá verða menn bara að segja hvað hægt og hvað ekki hægt því að pólitík list hins mögulega og það var einfaldlega ekki gert en mér langaði að segja bara áðan að það að sitja í ríkisstjórn og vinna stjórnarsáttmálunum af því að þær voru dálítið að tala hann það mjög þægilegt verkefni. Ríkisstjórnir eru hins vegar ekki dæmdar af því. Þær eru dæmdar af því hvernig það takast á við þann vanda, það áskoranir, þau verkefni sem koma upp á meðan þær sitja í ríkisstjórn. Og núna erum við búin að fá 1 ár af því og sá árangur lítillætið heldur áfram að sú niðurstaða sem við stöndum frammi fyrir núna og nú tek ég undir með Sigmundi Það nýlunda. Já, það nýlunda. Og ég geri það ekki og ég geri það Þetta bara sameiningaröfl hér í gangi og ég geri það alls ekki í öllum málum en það rétt að við þessi áramót að þá verðbólgan enn í hæstu hæðum og virðist fara vaxandi á næstu árum eða næstu mánuðum vextir fara með öðrum orðum ekki niður atvinnuleysi að vaxa og það komið í tölur 6,5 hélt ég nú að veri en Sigmundur nefndi 7 en það eru stærðargráður sem við sættum okkur aldrei við á Íslandi. Hagvöxtur fer minnkandi og þá spurningin hvernig ætlar ríkisstjórnin að takast á við þennan vanda. Það kom ekki fram í fjárlögunum. Það höfnuðu til dæmis tillögun okkar að fara í neytendamarkaðssetningu í ferðaþjónustunni. Það höfnuðu því. Sem ég sá síðan að formaður Samfylkingarinnar á Suðurlandi var að kalla eftir í gær. Já, það hafa ímyndust á ferðaþjónustu, þessi ríkisstjórn. En við erum samt að þakka þeim fyrir að vera svona mikið sameiningarafl og það oft sagt Íslendinga að þegar að erfiðleikar gangi yfir, þegar við lendum í einhverjum hörmungum eða þurfum að takast á við stór áföll, þá stöndum við saman. Og nú standa margir saman upplifandi þau áföll sem að þessi ríkisstjórn leið yfir okkur. Já, og það einhvers virði. Ekki beinist búin að búið öll til, en viðbrögðin við því sem að gengið hefur á efnahagslega hafa ekki verið til þess fallin að bæta kjör almennings að rétta efnahagskerfið af. Hvernig hefur þú viljað leysa þessa stöðu sem upp komin? Hvaða stöðu? Já, ég meina þessa hræðilegu stöðu sem að Íslands hagkerfi virðist vera komin. Ég skal nefna eitt mjög stórt atriði, af því það var gert að meginatriði fyrir kosningar. Ég hefði ekki brugðist við of mikilli verðbólgu og of háum vöxtum með því að halda áfram að slá öll met í hallarekstri ríkissjóðs. Þegar þið bætið við núna á nýja árinu 143 milljörðum. 143 milljörðum í útgjöld ríkissjóðs og hækki gjöld og skatta leið, þá munu vextir ekki lækka, þá mun verðbólga ekki lækka. Ég svolítið ánægð að koma inn á þetta, þannig að það búið að kasta þessari tölu svolítið mikið fram. Hér tjáir sig fólk, finnst mér að frekar óábyrgan hátt. Það liggur alveg fyrir að milljarðatölur í samhengisleysi segja ekkert. Hagkerfið komið upp í kringum 5.000 milljarða króna. Þegar að hagkerfi vaksa, þá vex þjónustu þörf, það vex kostnaður í kerfinu, fólk gerir, ég tala nú ekki þegar þú ert með hagvöxt sem er búin að vera drifin fyrst og fremst áfram af fólksfjölgun undanfarinna ára. Þá þarf fólk að nota velferðarkerfið meira, vegina meira og annað. Við erum að eiga við stórkostlega innviðaskuld. Það eru 2 ár á undanförnum kannski 15 árum þar sem að útgjöld hafa dregist saman og það var rétt eftir hrun og svo er það eitt svona spes ár þar sem að lífeyrisskuldbindingar voru undir. Þannig að það sem
með stóra fréttina þessu ári eru ekki samhengislausar milljarðatölur, heldur að það var komið á stöðugleikareglu hérna í fjármálum sem gera verkum að útgjöld eru fjármögnuð. Fjárfestingar eru teknar út fyrir sviga, afkoman sem er auðvitað lykilatriði. Með því að það þurfi að hækka skatta til móts við útgjöld. Nú ert þú að tala kílómetragjöld sem að hafa legið fyrir í mörg ár, meðal annars fólk sem situr hér við borðið, sat í ríkisstjórn og eyddi þeim peningum í eigin fjármálaáætlunum fram í tíman, án þess að vera tilbúin síðan að styðja það í þinginu, og ég skil alveg að fólk hefur bognað og brotnað í gegnum tíðina við að taka svona ákvarðanir, en þessi ríkisstjórn veit að stundum þarf maður að fara, breyta kerfum, vera framsýn, átta sig á því hvernig hlutirnir þurfa að þróast fram í tíman, en ég frábið mér eitthvað svona framsetningu svo 143 milljarðar. Þú þarft ekki annað en að skoða hluti sem hlutfall af landsframleiðslu, skoða aukningu vegna launakostnaðar, aukningu vegna þess að við erum að gera upp ÍR-sjóð, þannig að auðvitað verður þetta viðvarandi verkefni. En það mun koma í ljós þegar þessi ríkisstjórn skilar hallalausum fjárlögum ári fyrr en síðasta ríkisstjórn ætlaði sér að gera, að sannarlega mun þetta skila sér í hús. En já, það tekur tíma og við munum bara bregðast við þeirri áskorun. Þessi ríkisstjórn tala mikið um hvað sé stóndið sem frábærlega. Og halda áfram í svo almenn og spyrja aðeins Guðrúnu árið, þitt mat á árinu og í stjórnarandstöðu og sem formaður flokks, nýr formaður á árinu. Ég hélt ég væri komin í busavíksla, ég fengi ekki að tala. Nei, sko, þú verður að grípa orðið. Ég er bara búin að sitja hérna svo kurteis og pen og hlusta á spekingaspjalla. Þú sleppur það, við vorum búin að fela kökukefli undir stól hérna í salnum. Þú sleppur þetta, við verðum bara að sleppa því. Förum bara beint í hvernig var árið. En árið er auðvitað búið að vera sérstakt á margan hátt, viðburðaríkt og mér langar kannski að fara aftur fyrir síðustu áramót þegar við fáum hérna nýja ríkisstjórn á vetrarsólstöðum og sem að barði sér mjög á brjóst og fór í gegnum kosningabaráttu með miklu látum og miklum loforðaflaumi. Og svo fáum við niðurstöðu kosninga 30. nóvember og það verður auðvitað að segjast eins og að það voru mikil vonbrigði fyrir minn flokk, versta niðurstaði í sögu flokksins í þeim kosningum og það var alveg ljóst að þjóðin var að kalla eftir breytingum. Þjóðin var með ákalli breytingar enda sjáu það að það eru nýjir flokkar sem mynda ríkisstjórnina. Það var enginn af þeim flokku sem myndaði fyrir ríkisstjórn sem að hélt áfram eða tryggði eitthvað samfellu. Þannig að þjóðin, það var ákalli eftir því og við virðum það sjálfstæðismenn. Hins vegar var, eins og ég sagði, mikill loforðaflaumur, sérstaklega Samfylkingar og Viðreisnar, þar sem að þeir flokkar lofuðu því ítrekað. Þeir sögðu það, það er í rauninni tvennt sem við munum leggja áherslu á, það er það að við munum ekki hækka skatta á vinnandi fólk eða venjulegt fólk. Ekki á vinnandi fólk eða venjulegt fólk. Og við munum berja niður verðbólguna með sleggju. Og Kristrún Frostadóttir sýndi það ítrekkað í myndböndi hvernig hún myndaði sleggjuna eins og það væri, og einhvern veginn, ég held að þjóðin hefði trúað. Ertu fann að sjá eftir þessari auglýsingu, Kristrún, þessari sleggju auglýsingu? Sko, verðbólgan núna í desember er minnsta verðbólga í desember í 5 ár. Sko, auðvitað var vonbrigði að sjá töluna detta aðeins aftur upp. En við vorum samt komin niður í lægstu verðbólgu í 5 ár. Auðvitað er alltaf vonbrigði að vera með verðbólgan yfir markmiði, en við verðum samt líka að passa okkur. Það er eitt að bregðast ekki við gagnrýni og taka ekki aðal til sín, en væntingar skipta líka miklu máli. Og það hvernig við tjáum okkur skiptir líka miklu máli og verðbólga í kringum 4% er ekki versta staði sem við getum fundið okkur í. Við þurfum hins vegar bara að halda sjó, halda plani og það eru við sannarlega að gera. Þegar þessi ríkisstjórn tók við var verðbólga 4,5%. 4,6% og hún er 4,5% núna. Þetta er árangurinn af öllum þessum hamarshöggum Kristrúnar Frostadóttur. Engin. En ég verð að segja það, ég ætla ekki að fullyrða að þetta sé heimsmet í svikum og kosningaloforðum, en þetta er allavega Íslandsmet. Þetta er Íslandsmet held ég í svikum og þá verður þjóðin bara að spyrja sig að því. Þjóðin óskaði eftir breytingum, fékk breytingar, en þær lofuðu engum skattahækkunum og það sem að árið 2025 verður helst minnst á hinu pólitíska sviði eru skattahækkanir á venjulegt fólk,
á vinnandi fólk, á heimilin í landinu og fyrirtækin í En ef þetta landinu. væri svona mikil kosningasvik hjá þessari ríkisstjórn, væri þá ekki fylgi að hrynja? Það halda ótrúlega góðu fylgi og meðan stjórnarandstaðan... Einu flokkurinn sem að halda sjó í þessu ástandi enn úr Samfylkingin. Ég get ekki betur segja að þessi hruni fylgi hjá flokki fólksins. En samt flokkur fólksins eiginlega svo eini sem að fá eitthvað eins og núna við þetta þinghlé í desember. Flokkur fólksins í rauninni svo eini sem að fá eitthvað út úr þinginu. Viðreisn ekki að fá neitt. Þetta nú ekki þinglok og það vita það. Ég sagði þinghlé. Allir á málum sem að sitja núna og verða afgreitt hratt og örugglega og ég hlakka bara til þess að stór mál eins og í orkumálum, útlendingamálum og annað sem að meðal Sjálfstæðisflokkurinn hefur sjálfur kallað eftir og aðrir í minni hluta. Vildu reyndar ekki klára fyrir jól. Það afbökun, Þorgerður Katrín, og það veist. Við séum ekki með neins samkorn í hjólunum eftir áramót vegna þess að það meira málum sem við erum að afgreiða þar sem allir eru á grænu en fólk heldur. Það er oft stilt þannig upp að við séum öll hérna í átökum stöðugt en það meiri sé kílómetragjaldi nú bara gamalt mál fyrir ríkisstjórnar nema bara betrumbætt, sko. Já, fyrir ríkisstjórn hefði nú bara klárað það ef hún hefði verið svona áþjáð í það að leggja þessa skattheimtu á þjóðina. Hún var það bara ekki. Þess vegna kláraði fyrir ríkisstjórn ekki þetta mál. Við ætlum aðeins að sjá hvað þjóðin segir hversu ánægð þjóðin með þessa formin sem sitja hér við borðið. Algjörlega. Setjum þetta bara í hennar mat. Nú fáum við tölur. Það bara þannig. Herruðu, Maskína, vinur okkar þar, á í góðu sambandi við þjóðina og spurði hvernig henni fannst þið, formennirnir, hafa staðið ykkur á árunum. Og hér eru niðurstöðunar. Kristrún svo eina sem færi yfir helmingsfylgi, svo kemur Þorgerður Katrín og svo þéttist pakkinn, getum við sagt, eftir því sem neðar dregur á þessum annars glæsilega lista. Já. Og hvað, hefur enginn tekið eftir verkunum sem ég að vinna? Er það máli? Það 100% þjóðarinnar. 24/7, maður bara alveg kósveittur að koma þessi gegn og bara tekur enginn eftir því. Halló? Ég meina bara öll ljós kveikt og enginn heima. Eitthvað það, Inga. Já, ég bara mótmæla þessu harðlega. Hvað heldur þetta að sé? Af hverju er fólk svona fúlt á móti? Það veit ég var nú bara að gantast hérna. Þetta svo frábær, þú veist. Þetta frábær graflags. Já. Góð matur. Já. Hef ekki tíma til að tala. En þið eru 3 ár sem myndið valkyrjustjórnina umtöluðu og 2 virðast vera nokkuð vinsælar. Þú varst svolítið vinsæl. Já, Inga var með 34,7% voru mjög ánægðar með þig. Er ég að hrynja líka í fylgi svoleiðis? Var ég svona vinsæl einhvern tíma? Sigmundur Davíð er komin upp fyrir þig. Þú varst vinsæl í fyrra. Og aldrei sér. Það var mikil trú á flokki fólksins eftir kosningarnar og einhvern veginn hefur þetta hrunið niður. Getum við eitthvað greint þetta, Inga? Já, þau eru ekki búin að fatta það núna 1. janúar hvað þau eru að hafa mikið vegna þess að við náttúrulega flokkur fólksins er stofnaður utan ákveðin þjóðfélagshóp. Já. Og hann er hreinlega að berjast gegn fátækt. Og það liggur alveg fyrir að fólki okkar hefur átt mjög bágt og það hefur verið lítill vilji fyrir ríkisstjórnar til þess í rauninni að setja neitt annað en einhverjar mylslur af allsnægta borðinu í þennan þjóðfélagshóp. Þetta hef ég fengið í gegn, þau eru bara svona sein að fatta. Þannig að næst þegar ég kem að þá verða allir miklu glaðari með mig. En er það nokkuð það fámennur hópur að það er enginn þannig til að... Þetta eru 20.000 Íslendinga. Og svo náttúrulega var nú eins og með jólabónusinn, það var nú einhver stórkostlegu miskilingur, sagði ekki einhverja, þetta var nú bara einhver miskilingur, að það var ákveðið fjármagn sem var sett í þessa svoköllu jólabónus, þessa eingreiðslu. Það var mjög sterkt tekjuviðmið til þess að geta fengið þennan jólabónus. Honum var deilt niður á tekjulægstu öryrkja og ellilífeyrisþega. Þá koma einstaklingar sem hafa búið 30 ár í Danmörku, alveg hinni vestu yfir að fá ekki jólabónusinn. Það halda því fram að skattar þeirra og skyldur séu allar hér eftir í okkar samfélagi sem er ekki rétt. Því að í tvísköttunarsamningum þá náttúrulega skilum við af okkur þeirra sköttum og skildum og þau eru búin að gleyma því að bara fyrir réttu ári síðan þá fengu þeir í minni baráttu yfir 720.000 krónur vegna þess að ég kom í veg fyrir það að persónuafslátturinn yrði tekin af þessu fólki. Það var óvart gert, þannig að allir sáu það sem að sjá vildu á þeim tíma hvernig snar lækkaði umslaginu þeirra þegar við fórum greiðslu frá Tryggingastofnun hér á Íslandi. En það var leiðrétt nokkurn dögum seinna, þannig að þessir einstaklingar fengu þessa greiðslu tilbaka. Ég segi, ofta talaðu skammtímaminni og jafnvel gullfiskaminni og mér
mér bara sárnar það hvað fólk fljótt að gleyma og hversu kröfuharkan mikil þegar að í raun og veru að við höfum bara að bíða, það bara 1 ár búið, við erum rétt að byrja og okkur hefur gengið alveg ótrúlega vel og sérstaklega fyrir þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu. En getur verið að fólk hafi tekið loforðum þínum alvarlega í kosningabaráttunni? Já, það gerði það og þess vegna ætti það að fara að fatta það að ég að standa við þau, Sigmundur. Já, það er ólíkt þér. Eins og hér var sagt áðan að forsætisráðherra að menn verða vanda hvernig þeir tala, ekki síst þegar þeir eru áhrifastöðum. Ert þú ennþá á sama stað og í fyrra þegar þú varst að segja ég var alltaf hrópandi? Nei, ég var einmitt að hlusta á þig bara í morgun, Inga, og aftur gæra það fyrra dag. Ég talaði fallega þá. Og ég hugsaði, sko, ég var með smá ósvífni hérna í fyrra og átti að vera með góður ráð til Ingu og stakk upp og hún myndi borða smá krít og það var ekkert flegið af þessu. Sagðirðu krít? Krít, já. Og ég hugsaði í gær og aftur í morgun þegar ég heyrði þér, mikið rosalega hún Inga farin að tala svona mjúk og nota lítið af stórum orðum og ljótum eins og hún var hérna stoltið fræg fyrir. En Sigurður Ingi, það verður nú að segja, sko, nú Inga í ríkisstjórn, það oft meiri pressa á þeim sem eru með völdin og hún fellur þarna niður 1 sæti en hún samt 4. vinsælasti formaðurinn á meðan þú og til dæmis Guðrún eru þarna á botninum og ættu kannski að vera að ná til fólks í stjórnarandstöðunni. Hvað er að mistakast þar? Já, ég var að reyna að útskýra það fyrir einhverjum á þess að fara í það umkenningaleika að vera að reyna að benda á einhverja aðra. Sko. Þetta auðvitað, það þarf bara að taka þetta til sín, en hérna var til að mynda, var sessunautur mín að fjölyrða hjúkrunarheimili og forsætisráðherra sagði að það væri 6 skóflustungur. Af hverju skildi nú hafa verið teknar 6 skóflustungur á þessu ári? Jú, það auðvitað vegna þess að það var búið að vera undirbúið það í 2, 3, 4 og jafnvel lengri tíma, alveg eins og Kristrún orðaði hérna rétt áðan að það tekur oft langan tíma. Eigum við eitthvað að vera að gagnrýna það? Það auðvitað svolítið flókið að vera nýkomin út úr ríkisstjórn og vera að gagnrýna það sem ríkisstjórnin að klára. Ég meina, staðreyndin hins vegar sú að það voru færri hjúkrunarrými opnuð á þessu ári heldur tilstóð vegna þess að Samfylkingin í Reykjavík notaði tækifærið og lokaði Seljalið, þannig að þau fáu sem voru opnuð á þessu ári. Ég vona sannarlega að það opni mörg á næsta ári, við munum fylgjast með því, en við erum búin að vera í þessu vanda og ég sérstaklega að vera búin að vera í leiðtogi í ríkisstjórn sem var að vinna mjög mörgum af þeim málum sem að þessi ríkisstjórn hefur síðan klárað, selja Íslandsbanka sem Inga var á móti, ganga frá ILS-samningunum sem Inga var á móti, kílómetragjaldið. Veistu það, stundum þegar þú segir ég ekki vera orðljót, ég bara gjössalega að halda aftur af mér. Og þegar við samþykktum breytt kerfi við öryrkja sem við frestuðum gildistökun til 1. september 2025, þá gat Inga ekki stutt það sem hún síðan var feiknarlega ánægð með fyrstu dagana í september þessa árs. Það var vegna því ég fekk að breyta öryrkjunni sem þið voru búin að dúldra þarna fram. Og kílómetragjaldið sem að við í Framsókn gátum ekki verið á móti, en útfærslan var hins vegar ekki nægilega góð. Hún horfði ekki til landsbyggðarinnar, hún tók ekki tillit til þess að flutningskostnaðir mun hækka á næstu árum út á landsbyggðinni vegna útfærslu þessar ríkisstjórnar. Ég bauð þessum öllum formönnunum í fyrra að koma með mér í að klára þetta. Ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn var svona tvístígandi og þess að kom fram núna í þessu. Mér langar aðeins að fá þetta hann gerði það núna, en þær vildu þessar 3 ár hérna, þær vildu ekki klára málið í fyrra. Veistu hvað, þetta er ekki bara heiðarlegt, en þess að þú ert ítrekkað að vitna í einhver prívat samtöl og þá er maður eiginlega farin að dætti það á ég að fara að vitna í prívat samtöl. Endilega. Af því ég man bara, Er þetta ekki svona ásloka þáttur þar sem við eigum að segja allt á borðið og útskýra hlutina fyrir fólkinu? Sigurður Ingi, ég get alveg skilið það að fólk getur verið ósammála í pólitík, en ég kann ekki meta það þegar fólk sakar mann óheiðarleika. Hver hefur sakað neitt óheiðarleika? Ég man sérstaklega vel eftir því þegar þú hringdir í mig nokkur fyrir síðustu kosningar og baðst að við myndum hafa gott við fyrir kílómetragjaldinu. Ég sagðist mér að styðja því í því máli. Þess vegna, ég sagðist mér að styðja því í því máli. Ég man mjög vel eftir þessu samtali. Þess vegna kom það mér sérstaklega óvart þegar við lögðum fram þetta mál að þú skildir í rauninni leggjast gegn því í umræðu og snúa. Ég lagði ekki gegn því. Kom mér óvart. Ólíkt Ingu Sæland sem tættist því. Ég ætla ekki að vera svar fyrir allt það sem allir sögðu í minnihluta, en sko, heiðarleiki skiptir máli. Ég verð samt að fá að segja, varðandi undirbúning mála, auðvitað er það rétt sem að formaður Framsóknarflokksins er að segja.
Og það á að vera jákvætt, að við getum verið með stjórnarfar, þar sem ekki öllu snúið á hvolf sem vel gert, enn og aftur koma að því. Við erum á þrengri grunni hér í pólitíkum víða annars staðar, þá að vera jákvætt að við getum klárað mál en og við viljum gera það. Það hægt að gera það varðandi sum mál, til dæmis að hafa undirbúið að sumuleyti vel þetta kílómetragjald og vera byrjuð að eyða því meðal annars hjá fyrrum fjármálaráðherra í fyrrum fjármálaáætlun sem síðan lagst svona grimmilega gegn. En ég ætla líka að fá að gefa kredit gagnvart því að til dæmis eins og Inga Sæland, húsnæðismála og félagsmálaráðherra sem að sér hjúkrunarrýma uppbygginguna. Sko, það búið að taka þvílíkt mikið til í samskiptum ráðuneyta í tengslu við hjúkrunarrými. Það var allt í strand varðandi samninga þarna og þó að ýmislegt hafi verið á teikniborðinu þá skilaði sér mjög lítið út. Og ég ekki að reyna að vera leiðileg, Sigurður Ingi, ég ætla bara að fá að segja það þurfti rosalega mikið alefli til þess að ná ákveðnum aðilum saman innan kerfisins vegna þess að það var komin svo mikil spenna milli ráðuneyta eftir síðustu ríkisstjórn að það þurfti í rauninni bara að vingast aftur á milli ráðuneyta út af stöðunni sem var komin í síðustu ríkisstjórn. Vingast? Nú tala forsætisráðherra hér heiðarleika í pólitík. Það skiptir mjög miklu máli að halda því til haga að það hefur svoleiðis runnið undan Ingu Sæland, eins og ég hef áður sagt. Skóflustungunar, já. Það hefur runnið Gleymdu ekki sleggjunni. En ekki Ég ætla rýmin. bara að taka eitt gott dæmi af því að þú ert nú mikið að tala um landsbyggðina. Stóra holan á Húsavík. Já. Stóra holan á Húsavík. Það byrjað að fara af stað með það og það vegna þess að þessi ríkisstjórn kláraði það mál og við skulum ekki gera lítið úr því en auðvitað erum við ánægð að það getur verið samfella milli ára. Það jákvætt. Og við viljum bara meiri samvinnu yfir borðið, sko. Það ótrúlega lélegt af forsætisráðherra að tala hér einhverja heiðarlega pólitík og við eigum öll að vera sammála, láta mál flæða á milli ríkisstjórn og annað. Þegar hún nefnir síðan að ráðuneytin get ekki unnið saman og ráðuneytin get ekki unnið sín á milli. Ég hef aldrei heyrt aðeins þvælu, bara aldrei nokkuð tíman. Ég veit ekki betur en að bara embættismannakerfið að það stendur sína plikt og það fullt af mjög öflugu fólki en það breytir því samt ekki að Inga Sæland hefur ekki getað farið hér víðan völl, sveiflað skóflunni og tekið skóflustungur eins og hún hefur gert og ég ætla bara að segja að það frábært Inga að þú hefur ekkert getað gert það nema vegna verka fyrri ríkisstjórnar. Það var gert kerfisbreyting á þessu kerfi þannig að greiðslu þátttaka milli sveitarfélaga og ríkis henni var breytt og það var gert í tíð fyrrum fjármálaráðherra Sigurður Inga og Þórdísar Kolbrúnar. Gjöra svo vel. Ég veit nú ekkert á hvaða blaðsíðu þú ert í þessari bók. Alveg stórkostlega einkenni. Það voru við sem tókum á okkur 15% sem sveitarfélögin. Þú skalt ekki halda það. Það voru við sem tókum á okkur 15%. Og svo talar Ingu það að bara strax það alveg rétt sem hér sagt að þið tóku 15% af sveitarfélögunum en kerfisbreytingin hún var komin í gegnum ríkisstjórn sem við Guðrún sátum í. Já. Við verðum aðeins. Ég vil fá að klára þetta vegna svo tala líka Inga Sæland til að fjálgla það hvað þar séu mikil verðstjórn og hvað þær að breyta mikið. Lífi fólksins í landinu. Líf fólksins í landinu bara að breyta stórkostlega vegna þess að það verður miklu minna í buddunni hjá fólki núna á þessu ári og hérðinni frá. Inga hefur sagt, hún sagði það, hér gengur allt út af ímyndarpólitík, á blaðamannafundi, tala frösu. Nei, ég að segja þetta. Nú ég að segja þetta. Inga sagði þetta, ég hef aldrei talað um ímyndarpólitík. Inga Sæland segir á blaðamannafundi í Úlfarsárdal, hér munið þið sjá byggingakrana í fullum sving strax á næsta ári. Það sko árið 2026 á ódeili skipulögðu svæði. Inga mín, þú veist að jafnvel og ég og þjóðin... Ég get lofa að það verða 20 kranar þarna hvort sem verður búið að skipuleggja svæðið eða ekki. Nei. Ég mun standa við þetta kranamál. Já, þeir eru örugglega þar. Þeir eru allir stöndum absolutt við þetta kranamál. Það tekur 2 til 3 ár að deili skipuleggja svæði. Það bóðar Inga að setja 4.000 íbúðir á svæði sem á að skipuleggja fyrir 2.500 10.000 íbúðir, þannig að þú skalt nú alveg halda svæðið er fyrir 2.500, Inga Sæland. Ekki bara 4.000, ekki 10.000. Já, lóðin er fyrir 2.500. Tökum þetta betur á eftir. Þið verðið aðeins að sýna mér smá samúð í þessu ástandi. Mér líður eins og ég sé á ættarmóti þar sem að 2 ættleggir eru að rífast og ég þarf að fylgjast með því en báðir ættleggirnir hafa eins og verið að gera sömu hlutina og klúðra sömu málum og þeir eru að rífast annars vegar hvor eigi meiri heiður af því og hvor eigi meiri sök
og þessi ríkisstjórn hefur tekið upp frá þeirri síðustu en hins vegar bætt mjög verulegum betur að nálgast hlutina þannig að hún tali fyrst og fremst eigin afrek algjörlega án tengsla við raunveruleikann. Stöðugt verið að minna á þetta sé verkstjórn og hvað hann sé að koma miklu í verk og forsætisráðherra nota hvert tækifæri væri til að útskýra það hvað hafi runnið mikið undan Ingu Sæland. Það hefur ekkert runnið undan Ingu Sæland með fylgi. Á saman tíma Þorgerður Katrín með hugann við Evrópu, kemst ekkert annað að. Talandi ímyndar pólitíki segir eins og Sigmundur þessi Evrópu lín alltaf ég meina, sko, þú ert svo að mörgu leyti finnst mér margt gott sem þú segir þú ert að tala frasana og ég meina við erum bara góði félagi Sigmundur en sko þegar þú snýr öllu upp í Evrópusambandi eini aðilinn sem vill alltaf tala Evrópusambandi á þingi þú Sigmundur vilt þú ganga í Evrópusambandi hún utanríkisráðherra hvað vilt það gera vilt það hætta að tala við okkar stærsta viðskiptaaðila hún mætti fylgjast í íslenskri pólitík líka og hún mætti huga Bandaríkjunum hún mætti huga restin af heiminum ekki beita öllum málum þannig að allt snúist það að komast inn í ESB gefa eftir hvort sem það eru fiskveiðisamningar eða annað Þú vilt gangi Evrópusambandið. Ég er alveg steinur um Evrópusambandið. Ég finnst þetta bara skemmtilegt. Hver það ekki? Þetta stórkostleg söguleg Mér var bara að taka stjórn hérna aðeins á borðinu. Gjörsamlega rústa stöðu sinni. Við verðum aðeins ganga til leiðsögðu. Þessu eina sem allavega þetta ár hefur dregið fram að Miðflokkurinn vill fara úr EES-samningnum. Risamál fyrir íslenskt atvinnulíf. Risamál fyrir íslenskt atvinnulíf. Það sem ég hins vegar, nei, þú verður að bera ábyrgð á orðum þinna Hvenær hef ég sagt það? Hvenær hef ég sagt að gangur EES-samningnum? Bara Snorri Másson, hann ekki varaformaður. Verða nálgast hann allavega, á þann hátt sem að samningurinn ég er búin að vera að hlusta á þau hérna í stjórnarandstöðu. Já, bara og svona gömlu valdablokkurnar hvernig þið tala gagnvart Ingu. Og ég man alveg fyrir ári síðan þegar við vorum einmitt að mynda ríkisstjórnina og svona eftir kosningarnar og það var allir að tala við alla og það var sagt, Þorgeir, þú getur ekki verið að fara með Flokki fólksins, bara Ingu, bara það er ekki hægt. Og hvernig var talað flokkinn og til hennar, mér varst ekki mikill sómi af. En síðan það sem og það má alveg vel vera að, þú veist, ég og Kristrún séu, þú veist, einhverjar elitu stjórnmálakellingar eða hvað það fyrirgefur Kristrún mín að ég skulle vera. En Inga er að halda málum að okkur og hún er að tala þau mál sem hafa ekkert verið mikið talað í gegnum árin og áratugina við borðið. Fátækt fólk, öryrkja, það hvernig hægt að bæta þessi kjör. Og það þessi kona sem er að halda okkur öllum við efnið. Og svo vil ég segja aðeins út af bara örstutt út af þessum skoðanakönnunum og bara fínt að sjá hitt og þetta og það verið að segja, þú veist, einhverju flokkar að tapa og Samfylkingin er að vinna. Já, ég bara unni Samfylkingunni það vel. Hún í forystu ríkisstjórn og mér finnst mikill heiður að vera í forystu hjá Kristrúnu sem er kraftmennsta kona sem hefur komið inn í íslenska pólitík og vel að merkja yngsti forsætisráðherra í heimi og það bara gengur skruggu vel og það það sem fyrir taugarnar á þessu liði hérna með okkur. Takk, Telma ætlar að taka við. Það komið að músík, Telma. Já, hver elskar ekki kryddsíld, ég segi nú ekki annað. En við skulum aðeins anda núna og venda okkar kvæði í kross og hlusta á mjúka tóna frá húsbandi kryddsíldar. En hér á sviðinu eru þau Unnu Birna, Björgvin Ragnar, Vigni Þór, Sigmar Þór og Sólrún Mjöll. En þau ætla að frumflytja lagið Tímamót eftir Braga Valdimar Skúlason, tónlistarmann og textasmið. Þetta lag er sérstaklega samið fyrir þáttinn og er einstaklega fallegt. Njótu vel. Ég veit að dögunin lítur aldrei næstu nótt og nætunum myrkrið harfar þegar aftur lýsa fer en fyrst mánin getur birtuna í sólina sótt sjálfsagt hægt að vona að þú munir eftir mér rétt eins og ár sem mætast eitt andartak á tímans slóð þau aldrei framar fá að finnast eins og þá
halda fast í hjartans glóð. Þann dag sem draumar rætast, dafnar enn á ný sú rót. Við verðum aftur eitt, ekkert fær því breytt, það verða alltaf önnur tímamót. Mér skilst að veturinn aldrei sjái sumrin löng og sjávardjúpin líti ekki háan fjallatind. En ef þráin getur magnað upp úr minningum söng, möguleiki á því að þú ratir á minn fund. Rétt eins og ár sem mætast, eitt andartak á tímans slóð. Þau aldrei framar fá að finnast eins og þá, en halda fast í hjartans glóð. Þann dag sem draumar rætast, dafnar enn á ný sú rót. Við verðum aftur eitt, ekkert fær því breytt, það verða alltaf önnur tímamót. Við eigum næðisrýmin fyrir þinn vinnustað. Hýslan Skeifunni 8 og hýslan.is. Nýr CLA frá Mercedes-Benz með þér inn í nýtt ár. Askja. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blue as can be. Dream a little dream. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Áramótaopnun í Partíland Holtagörðum 27. til 31. desember. Alltaf opið inn á partyland.is. Hver sagði að það væri ekki hægt að kenna gömlum hund að sitja? Aðfangadagur. Í snjónum leikur blíður blær, en barnsins það er glíman að heilög stjarna á himni skær hefur stöðvað tíman. Dagurinn stóri stendur kyrr, stjörnu magnast blikið, hef ég kannski hjartað spyr, hlakka til of mikið. Loks klukkur svara, kæra mín, nú koma jólin sönnu. Blandan mín og blandan þín bíður í stórri könnu. Ölgerðin sendir bestu jólakveðjur sínar til allra landsmanna, til sjávar og sveita.
Gleðilega hátíð og njótið vel. Í meir en 100 ár hefur Alþýðusamband Íslands barist fyrir bættum kjörum launafólks. Baráttan hefur alla tíð byggst á grunni hugsjóna réttlátt samfélag, samkennd og betri kjör. Með samstöðu félagsfólks hafa unnist margir sigrar. Sigrar sem kostuðu oft mikil átök og miklar fórnir þess verkafólks sem stóð í eldlínunni. Í dag eiga 150.000 manns aðild að ASÍ í gegnum stéttarfélög land allt. ASÍ berst fyrir réttindum alls félagsfólks, óháð kyni, búsetu og þjóðerni. Sem mikilvægasta afl framfara og breytinga í landinu mun Alþýðusambandið hvergi gefa eftir í varðstöðu almannahagsmuni og baráttu fyrir auknum jöfnuði og lífsgæðum. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári. Hagvangur. Við þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem að líða og óskum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Heimilistæki og tölvulistin. Að vera til staðar fyrir þau sem þurfa mest á því að halda hefur verið kjarni Rauða krossins frá stofnun. Við höfum sinnt fræðslu og forvörnum og annast sjúkraflutninga landsins. Það okkar diggu sjálfboðaliðum að þakka að við höfum geta verið til staðar á mestu raunarstundum þjóðarinnar með mannúð og mannvirðingu að leiðarljósi. Við höfum stuðlað að umhverfisvernd og hjálpað fólki að líta vel út í leiðinni. Við höfum verið til staðar fyrir þau sem þurfa félagslegan stuðning, fyrir þau sem eru einmana, fyrir þau sem vantar aðstoð og fyrir þau sem hvergi annað geta leitað. Stuðningur þinn og þjóðarinnar hefur gert Rauða krossinum kleift að vera alltaf til staðar í 100 ár. Við þökkum samfylgdina. Rauði krossinn. Jólin eru tími samveru og kærleika. Við hjá Alvotech vinnum að bættri heilsu og bjartari framtíð fyrir okkur öll. Gleðileg jól og farsælt nýtt ár. Alvotech. Betra aðgengi, betra líf. Hæ! Ég ætlaði bara að minna á lengri opnunartíma á milli jól og nýjárs. Já, það opið til klukkan 9 öll kvöld, nema til klukkan 5 á gamlársdag. Ég elska að vinna til 9. Nýr CLA frá Mercedes-Benz með þér inn í nýtt ár. Askja. Við eigum næðisrýmin fyrir þinn vinnustað. Hýslan Skeifunni 8 og hýslan.is. Og þá komið að því að kynna val fréttastofu sínar á manni ársins 2025. Við valið var horft til fréttamála sem voru efst á baugi á árinu og hver hafði með gjörðum sínum djúpstæð áhrif, þannig að eftir var tekið. Að þessu sinni snertir málefnið okkur flest. Eitt stærsta fréttamál ársins stækkandi hópur barna og ungmenna með fjölþættan vanda og úrræðaleysið sem honum mætir. Foreldrar berjast fyrir því að missa ekki börnin sín sem tínast eru með fíknivanda, geðræna kvilla eða hegðunarvanda og nýr hópur af erlendu bergi brotinn. Þetta eru 600 börn á liðnum áratug, nánast jafnmargar stúlkur og drengir. Af þessum hópi eru minnst 11 ungmenni dáin, þar af 2 undir 18 ára aldri. Þau létust úr ofneyslu fíkniefna eða sviptu sér lífi.
Mörgum þó komið til aðstoðar í tæka tíð en að þeim málum koma kvundagshetjur í opinberum störfum sem vinna við krefjandi aðstæður, búa oft við vanfjármögnun verkefna en láta sér annt unga skjólstæðinga sína sem ekki rata réttu leiðina, ljós í myrkrinu, einhvers konar líflína og stundum eina tenging foreldra og ástvina við týndu börnin á erfiðum tímum. Við höfum verið með 2 rosalega flotta fulltrúa hjá barnavernd sem að hafa einhvern veginn alveg haldið utan um hann og einmitt verið, maður búinn að grenja á öxlina þeim öllum. Barnaverndar minn hefur ekki stimplað sig út klukkan 5 og hefur athugað hvort hann sé í lagi á kvöldin. Bakvaktarstarfsmennir allir hafa vakað með mér á næturnar þegar ég hefur verið að leita. Einn starfsmaður nefndur oftar en aðrir og þar með kynnum við til sögunar mann ársins sem hefur verið vakinn og sofinn í meira en áratug yfir því verkefni að bjarga börnum í neyð. Hann skiptir okkur bara gríðarlega miklu máli. Bara hans störf, reynslan, tengingin við unglingan okkar ómetanleg og hann svona kannski okkar haldreipi í erfiðum málum og svona að ná til þeirra og mynda traust og mæta þar sem þau eru og við svo sannlega finnum fyrir því að þegar hann ekki í vinnu og málanum útdeilt eitthvað annað að það engin annar sem tekur í keflinu eins og hann. Hann bara svona riddari krakkana og kletturinn í sjónum sem ólgusjó sem maður búinn að vera að fara í gegnum. Maður hringir eitt símtal og bara hann mættur eftir korter, bara alltaf til taks. Hann hefur bara verið líflínumanns í bara ólýsanlega erfiðum aðstæðum og bara að svo mörgu leyti, miklu meira en fólk átt að segja á sko. Hann náttúrulega bara búinn að bjarga ótal lífum barna og ungmenna með sínu starfi. Ótrúlega óeigingjarn og vakinn og sofinn yfir þessu og meðan aðrir kannski það ekki sko. Þannig að fyrir utan það bara hversu góð og heil samskipti hans eru við foreldrana og börnin líka. Börnin elska hann líka. Maður ársins kveður sárt að upplifa afskiptaleysi kerfisins en sjálfur segir hann það erfiðasta við starfið að bera kisturnar þeirra sem ekki tókst að bjarga. Hins vegar sé hann djúpt snortinn í hvert sinn sem einstaklingur sem hann hefur komið til aðstoðar, kemst á beinubrautina og finnur nýtt og betra líf. Hann upplifir mikið þakklæti frá börnum, foreldrum og samfélagi og finnst hann vera að gera gagn. Maður ársins 2025 hjá Fréttastofu Sýnar lögreglumaðurinn Guðmundur Fylkisson. Velkomin og til hamingju með þessa viðurkenningu. Þetta ekki eini miðillinn sem hefur veitt þér þessa viðurkenningu. Hvað þér efst í huga í því ljósi? Telma maður hrærður og þakklátur en líka sorgmæddur. Þú sér brotið líf allt í kringum þig á hverju ári. Það hlýtur að taka á þig persónulega? Sjálfsögðu gera það því það ekki bara börnin, þetta líka fjölskylduna þeirra. Ættingjar og aðri slíkir sem að brotna undan álaginu hjá þeim. Ég horfi fram á veginn, ég get ekki breytt fortíðinni en ég get kannski haft áhrif á framtíðina. En ég heyri það á mæli þínu að þessi mál taka á þig. Þetta gerir allt sem að sérstaklega þjáningar annar að taka á. Ég búinn að vera 40 ári í löggunni og upplifa margt en líka það þarf að hafa í huga að það eru margir jákvæði þættir og gleðilegir í þessu starfi sem betur fer. Þeir eru fleiri heldur en sorgmæddu þættirnir. Áður en ég spyrði síðustu spurningarinnar ætla ég að veita þér smá viðurkenningu og hún Silja Rún, hún kemur hér með örlítið viðurkenningarskjal til minningar þetta, maður ársins hjá Fréttastofu Sýnar 2025 og örlítinn blómvönd en
telur þú að svona mikill áhugi á þínu starfi núna og svona þakklæti fólksins í kringu þig endurspegli hversu alvarlegum augum svona samfélagi lítur þennan málaflokk? Samfélagið hafi kannski farið að opna betur augun þegar fóru að koma andlit og nöfn. Foreldrarnir koma fram sem að kannski hafðu verið í felum eða skugganum hér áður fyrr. Það fóru að birtast nöfn og andlit af börnunum sem hafðu til dæmis látist. Þannig að ég held að samfélagið hafi svona átt auðveldra með að finna til samkenndar. Takk fyrir komuna, Guðmundur, og gleðilegt ár. Mér langar til þess að veita þér tækifæri, ef að þú vilt, að spyrja hérna formenn stjórnmálaflokkana spurningar, ef þú vilt, og við hendum því á háborðið og sjáum hverju þau svara. Hef ég langa tíma? Nú eru þið, á ég að snúa mér að þeim eða ég horfi vélina. Þið sem einstaklingar og stjórnmálaöflin sem þeir eru í forsvari fyrir hafið verið við stjórn síðustu 2 áratugi. Þið berið ábyrgð á hlutunum eins og þeir hafa verið. Það eru lög í landinu, lög eru sett af Alþingi, samfélagi þarf að fara eftir lögunum. Það er búið að gera fullt af alls konar skýrslum og úttektum, ríkisendurskoðun, umboðsmaður, ráðherranefndir, það sem alltaf komist að þeirri niðurstöðu að við erum að brjóta á bönnunum. Get ég vænst þess að við hættum að tala og förum að framkvæma. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Takk fyrir spurninguna, Guðmundur, og til hamingju með tilnefningu heiðurinn að vera maður ársins. Mér finnst eiginlega eðlilegast að fara með þessa spurningu beint til þín, Þorgerður, þar sem Viðreisn hefur lagt mikla áherslu á börn með fjölþættan vanda og að fjölga meðferðarúrræðum og þetta var skýrt kosningalofvörð hjá Viðreisn. En staðan hefur verið slæm síðustu mánuði, það hefur verið margar fréttir það og þetta er á þinni vakt. Er eitthvað að gerast í þessum málum? Já, það er auðvitað eitthvað að gerast. Við tókum yfir meðal annars börn með fjölþættan vanda frá sveitarfélögum. Það er verið að setja 3 milljarða í þetta. Það er verið að auka núna meðferðarúrræði. Ég ætla bara að vera hreinskilin. Þetta er auðvitað ekki nóg og þetta er alveg rétt sem að koma fram hjá Guðmundi áðan og við megum ekki fara í umkeringarleik af því að þá erum við ekki að skila verkefnunni. Við þurfum að taka utan börnin og unga fólkið og við erum ekki að gera það ef við hér ætlum að fara að karpa eins og við vorum að gera hér áðan. Þannig að það er verið að gera ýmislegt en það sem að mér finnst skipta mestu máli er að það verði ofur áherslu á næsta ári lögð á þetta og hvaða ráðuneyti sem að fer með það fái fullan stuðning í það. En líka það sem að við þurfum líka, að því ég hef verið út af ákveðnum málum og tilteknum máli, hlustað eftir því hvað bæði foreldrar og börnir sjálf er að kalla eftir og það eru fleiri úrræði ekki bara hérna heima og við vitum auðvitað tilvikum sem hafa verið í Suður Afríku. Ég held til að mynda að Sjúkratryggingar eða Tryggingastofnun þurfi að gera samninga við meðal annars erlenda meðferðarstofnanir, bæði í Svíþjóð eða Hollandi eða hvað sem það er, til þess að tryggja foreldrum líka og börnunum líka valfrelsi það hvaða úrræði geti virkað. Sumt virkar mjög vel hérna heima og við þurfum að byggja þau áfram upp, við þurfum að tryggja að þau úrræði séu raunverulega til staðar, en við þurfum líka að tryggja þetta valfrelsi. Það sem ég get ekki hugsað mér, af því þú nefndir kosningabaráttunni, ég get ekki hugsað mér að fara með Viðreisn inn í næstu kosningabaráttu án þess að þeir búið að ná árangri á þessum málaflokki. Við munum leggja ofuráherslu á þetta. Það er mikið rætt þetta innan ríkisstjórnar. Við höfum öll bæði sögur, tengsl, bein eða óbein inn í mjög erfið mál. Við þekkjum þetta held ég öll með einhverju móti hérna og ég vil trúa því og treysta því að við sem erum hér öll þvert á því pólitíska litróf, sama hvað við komum, sama hvað við erum búin að gera fyrir ríkisstjórnum, að við getum saminast þó þetta. Ég held að það sé stærsta verkefni íslenskra stjórnmála á næsta ári. Sigurður Ingi, þið voru lengi í ríkisstjórn, sváfuð þið á verðinum, tekur undir með Þorgerði, þarf að grípa til aðgerða og er allir á einu máli það? Ég vona að við séum öll á einu máli og við þurfum að vera það og lyfta okkur yfir einhverjar flokkspólitík eða hvað hérna hefði betur mátt gera hér einhvern tímann fyrr og hvort að menn hefði átt að gera eitthvað annað á einhverjum tímapunkti. Ég vil bara segja varðandi mann ársins, þá hef ég aldrei held ég tekið þátt í að tilnefna mann, ég gerði það núna og það var hann.
Þannig að ég bara rosa ánægður með að hann sé maður ársins hér á öllum fjölmiðlum. Hann að vinna alveg gríðarlega mikilvægt starf og við vorum á þessari leið hérna og aftur gekk full hægt að vinna því að búa til þessa skýrslu sem að Guðmundur var að tala búa að skýra þennan vanda og eitt af því sem að var lausnin var að ríkið tæki yfir vanda, sem sagt, þetta efsta stig, þannig að þetta vanda sem börnin, sem ríkisstjórnin og ég er bara gríðarlega ánægður með það. Við sjáum svo líka núna í umræðinu meðferðarstofnanir, að meðferðarstofnanir sem að við höfum verið með, þær í augum foreldrana sem að glíma við þennan vanda sem er óbærilegur, held ég, hverju foreldri, að þar virðist vera of auðvelt einhvern veginn að koma þessum efnum áfram inn. Það er eitthvað sem við verðum að skoða. Akkur getum við ekki gert það með sama hætti og einhver meðferðarstofnun hérna í Suður Afríku eða einhver staðar í öðru landi. Þannig ég held við verðum kerfið allt saman að horfa á þetta. Þarna er lykilatriði að grípa sem fyrst inn til þess að börnin fari ekki of fljótt á þessa braut. En sko þetta er þar þessi farsæld barna lykilatriði og þar munum við í Framsókn algjörlega styðja 100% við ríkisstjórnina sem betur fyrir allar hann halda áfram með þau verkefni. Mér fannst þau svona ekki leggja nægilega áherslu á það í vor eða í haustþinginu en þau eiga að vera hérna inn einhver mál á vorþinginu. En þetta er ekki bara... Þetta er bara á að vera yfir flokkspólitík. En þetta er ekki bara börn með fíknivanda, þetta er oft börn með einhvers konar hegðunarvanda eða raskanir. Nákvæmlega, alveg svo Guðmundur hefur ákveðlega að fara yfir. Mennta og það hefur verið að fara yfir það í fjölmiðlum síðustu vikur. Börn sem hafa svipt sér lífi með allskyns raskanir dottu út úr skólakerfinu og þarna komið aftur á skólakerfinu inga. Hversu mikilvægt það er að það er það sem við höfum verið að ræða sérstaklega og við eigum ná dásamlega forseta sem hefur látið sig málefni barna sérstaklega varða og er algjörlega óþreytt á því að ræða þessi mál og þar á meðan líka opinskátt við okkur sem erum að stýra þessari ríkisstjórn. Það liggur alveg fyrir að við þurfum í rauninni að fara að greina rót vandans hvers vegna líður börnunum okkar svona illa. En við erum búin að gera fullt af skýrslu. Ég er nú bara að byrja. Já. Og auðvitað náttúrulega eins og þú bendir á og ég var náttúrulega að nefna hér áðan þegar við erum að tala menntamálin, hvernig líður börnunum okkar þegar þau finna sig engan veginn í skólanum, þegar þau ná ekki valdi á einu eða neinu, þegar þau læra ekki að lesa. Þennan tíma sem að ég mun sitja sem barna- og menntamálaráðherra, þá er ég þegar farin að undirbúa ýmislegt í þeim efnum og mun mæta í ráðuneyti mennta og barna núna strax á nýju ári. Þannig að við höfum líka núna að opna í Gunnarsholti, þar sem var nú búið að tala all lengi, en nú er búið að ráða starfsfólk í Gunnarsholt og það er búið að kaupa allt inn og býður bara eftir unga fólkinu okkar til þess að njóta þeirrar þjónustu sem þar er að hafa. Síðan var þetta skelfilega slys á Stuðlum eins og við vitum og er búið að taka allt og langan tíma í rauninni að byggja það upp og koma því almennilega til þess að við getum nýtt það sem úrræði sem að það á að vera. Við erum að lengja tíman núna sem börnin geta farið inn í bráðavanda þar og við erum að fjölga rýmum í 14. Þetta er allt núna að gerast. Mínar vonir standa til þess að við erum eftir að sjá stórkostlega bragabót. Við skulum átta okkur líka á því að þegar við erum að tala meðferðarúrræði í öðrum löndum, við vorum hér með meðferðarúrræði á Tindum á síðunni tíma, þar sem að var í rauninni langtíma fíkni úrræði fyrir börn. Númer 1, 2 og 3 er að reyna að taka börnin úr þeim aðstæðum sem að í rauninni þau eru að glíma við, sem að veldur þeim öllum þessum vanda og það er náttúrulega sláandi að heyra það að barn í til dæmis inn á Stuðlum geti bara skriðið út gluggan og fari bara í Egilshöll og náð sér bara í næsta skammt. Það er ótrúlega skringilegt að horfa upp á það að jafn á stöðum þar sem að við eigum að vernda börnin, að það skulu þau geta náð í efni og þá kemur aftur þessi barnavernd og þessi persónuvernd, það má ekki vera neitt ægi, það má ekki gera neitt. Hvorki kennarar eða neini með að sýna neitt aga, þetta er orðin í rauninni, þetta er orðin verkefni sem við verðum að taka á og ég kalla á foreldra, ég kalla á samfélag, við verðum að gera þetta saman. Það fyrir ekki fyrir okkur að koma með enn eina sleggjuna og að berja eitthvað í gegni sem að foreldrarnir
og samfélagið okkar ekki tilbúið að taka með okkur í fangið. En þetta risaverkefni. Þetta framtíðin okkar og það ekki neinu að við erum að slaka og það kemur aldrei fyrir. Ég held að ég sé ekki að ýkja mikið að við höfum ekki annarkvæmt undir önnur mál eða hreinlega í málum við ríkisstjórnarborðið þegar við erum að hittast. Við erum að tala þessi verkefni með tilliti til þess að þetta það sem við ætlum í engu til að spara. Það verður ekkert spara. Mikið rætt, komið plan, Kristrún? Já, það auðvitað eins og hér hefur komið fram, verið alls konar plön og maður getur auðvitað hárreitt sig yfir alls konar hlutum eins og akkur uppbygging stundum tekur svona ofboðslega langan tíma, af hverju það vantraust hjá notendum þjónustum, gagnvart meðferðarúrræðum, það bara mjög víða ekki í lagi með kerfið og það á ekkert við einn að sakast. Þetta eru ótrúlega erfið mál. Það líður öllum illa með þetta og ég held að það sé bara mjög, það sem þó jákvætt við þessu umræðu hérna núna að við áttum okkur á því að þetta þverpólitískt mál og við reynum að leita lausna í því skyni. Ég sammála því sem að Þorgerður Katrín var að segja varðandi meðferðarúrræðin. Ég meina, við verðum að bjóða upp á einhverja valkosti vegna þess að börn og fjölskyldur eru mismunandi og þau eru með mismunandi þarfir og ég tala nú ekki ef þú ert kannski með staka fjölskyldu þó að sé ekki endilega við þá sem að veita þjónustuna sakast en ef þau upplifa að það eitthvað traust farið á milli að ríki getur komið einum með öðrum hætti og fólk sé ekki fjárhagslega lamað eftir því að ganga í gegnum svona. En ég vil líka segja, og ég segi þetta ekki til að firra okkur ábyrgð, þetta verkefni sem við erum í fanginu og líka öll hérna, en auðvitað ríkisstjórnina einhverju leyti sem framkvæmdavald, við þurfum líka að taka utan þetta sem samfélag, við þurfum að tala þetta líka inn í skólunum við börnin okkar, ákveðið hegðunarmynstur og af því að svona hlutir, þeir byrja líka fyrr í kerfinu. Við sjáum bara toppinn á ísjakanum hvað þetta varðar og við viljum heldur ekki reka velferðarkerfi þar sem við erum bara með fólk í meðferðarúrræði, skiljiði. Þannig að lýðheilsumál eru þetta stór partur þarna. En ég get ekki annað en sagt að þetta hefur verið vonbrigði að fylgjast með hvernig hefur farið fyrir ungmennum hérna á þessu ári. Ef ég væri með töfralausn, þá værum við búin að slá hana í gegn. En við erum að vinna að þessu og já, það skipulag inn í mennta- og barnamálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneyti og annars staðar. En við höfum þurft að finna fæturnar í þessu og við bara biðjum samvinnu í því. Þegar við tala mikið gamla jafnvel góða Ísland, þegar að kennarar máttu sína aga og ýmislegt sem gerist í gamla daga, lausnin að finna í gamla daga? Já, ég ætlaði nú einmitt að fá að taka undir núna með Ingu Sæland og þessi búin að vera gagnrýnin aðeins og ríkisstjórnina fram að þessu. Ég held að sjálf þess vert að velta fyrir sér þeirri nálgun sem hún nefndi hérna að við þurfum að hafa meiri heimild, meira leyfi til að sýna aga, fylgjast með. Það var líka með foreldra af því að ég eins og örugglega allir hérna þekkjum dæmi úr okkar nærumhverfi og svona mál að foreldrar þurfa að geta gripið inn í þegar að barnið þeirra komið á þann stað að það getur ekki lengur stjórnað lífið sínu sjálft og þurfa foreldrin að geta bara gripið inn í og stoppað barnið af með aðstoð yfirvalda. Þetta annars vegar spurning meðferð og það mikið rætt skort á meðferðarúrræðum og það alveg rétt og ég held að vilja allir að bæta þar úr. En þetta líka spurning það sem Inga nefndi, agan og það allt saman og gamla góða Ísland og bara aðgengi. Því að ég, fæddur 1975, hef aldrei séð ólögleg fíkniefni. Ég sagði frá þessu í þinginu og Píratar sem var flokkur sem þá var á Alþingi hlóguðu á mér. En þetta satt, einhvern veginn hef ég aldrei verið í þeim aðstæðum að menn hafi verið með ólögleg fíkniefni. Ekki heldur. Nei, sjáðu. Og gamla góða Ísland. Og ég held að við viljum aftur búa til það samfélagi að þær aðstæður þar sem þetta ekki eins útbreitt og það núna. Mér langar að byrja því að fá óska Guðmundi innilega til hamingju með að þjóðin og fréttastofan hafi valið að mann ársins. Og ég held að við höfum öll fylgst með honum í langan tíma að mikilli virðingu og aðdáun hvernig hann hefur verið óþreytandi við að keyra hér göturnar. Ég held að hann hafi unnið mjög mikið starf í sjálfboðavinnu sem hann hefur ekki fengið greitt. Hann með símann sinn opinn.
Það er alveg einstakt hvað hann er búinn að gera fyrir íslensk ungmenni og íslenska fjölskyldur og fyrir það ber að þakka. Hins vegar hefur það verið mér setið lengi í mér. Það er eitthvað í íslensku samfélagi og íslenski samfélagsgerð sem er fjandsamlegt börnunum okkar og það er mjög sorglegt. Við vitum að börnunum okkar líður illa og okkur hefur ekki tekist allir flokkar, allir sem eru í stjórnmálum, hvort sem að það er á þingi eða í sveitarstjórnum, allir vilja grípa börnin okkar. Og þetta er framtíðin og ég ætla að fagna því að ríkisstjórnin hafi tekið yfir börn með fjölþættan vanda, sérstaklega vegna þess að við vitum að í minni sveitarfélögum hefur þessi kostnaður verið alveg gríðarlega íþyngjandi og erfitt og flókið fyrir mörg sveitarfélög að taka utan þá einstaklinga. Þannig að það er mjög vel að ríkisstjórnin hafi gripið það. En við þurfum að gera betur og auðvitað er það dapurt að okkur hafi ekki tekist betur. En það segir okkur líka hvað verkefnið er flókið, hvað það er erfitt að eiga við það. En ég ætla að taka undir kannski, ég held að börnunum okkar þurfa ekki gamla Ísland. Börnin okkar þurfa fyrst og síðast að fá ást og umhyggju og þessi tekið utan þau, þeim sé sýnt athygli og gefinn tími. Og ég held að við ættum öll að taka það með okkur inn í nýja árið að við tökum betur utan börn þessa lands. Og við erum öll sammála hér við borðið og það er þess að vænta á nýju ári vonandi að það komi eitthvað út úr þessari vinnu og viljanum sem hér ríkir. En við ætlum aðeins að skoða svona nýjárskveðjuna frá fréttastofunni. Það gengur ýmislegt á fréttastofunni og við gerum alls kyns mistök en líka viðmælendur okkar. Við ætlum aðeins að rifja upp árið og svo komum við aftur svona rosalega fallega samstillt og í góðum gír. Jó, what's up, bitches? Skulum kíkja á fréttirnar. Það voru gott, ég er að spekla mér í gamla. Já, ekki, það er margir sem nýtt sér þetta. Já. Einar... Ertu að mynda? Þetta er svo góður spegill. Svona. Ég er svo, þetta er bara góður. Bóltið. Er ég með hór í nefinu eða eitthvað svona? Sýnist ekki, bara flottur og fín. En núna? Já, núna sér ég. Núna sér það. Hvað segir Bibi? Hvað segir Bibi? Gott. Beppi. Beppi? Já. Beppi. Hvað heitir það eftir menn? Ég heiti Oddur. Oddur? Já. Sæll Oddur, ég heiti Daði. Sko, kynna því sko. Framsóknarflokksins, hann er hérna. Hann hefur fengið fjölda áskorana. Mér langar í hvítvín. Ég er fyrst óundirbúin, er ekki erlegt að vera svona aðeins bara hola. Hæmið flokkur. Sko, er þetta ekki mál fyrir heilbrigðis? Áfengismálin er ekki hjá mér. Ég ætlaði einmitt að taka öl með sko, hún stakk. Ég er náttúrulega í grunninn bara mjög hrifin af áfengi. Það ekki? Já, ég er bara svona að velta fyrir mig hvort ég sé bara... Þú komið alveg nóg. Já, er það ekki? Farðu heim og klipptu þetta, segja hann að hann sé komið nóg. Það þarf bara að fara að klippa þetta í fínu lagi. Svona, Ég er að taka smá grill á þig hérna, Tómatalía. Á mig? Ertu að rúlla? Nei, ekki á þig, persónulega, bara stjórnarstu. Já, æðið. Skal við fá það minna? Yes. Ég var ekki að breyta skotinni, það kynnti ég. Þú hefði pröfað að vera svona setti eða eitthvað. Ef þetta gengur ekki upp, ekki pröfðu bara að leikstýra það. Ég er með alls konar exit plans, frúið mér. Já. Kunnur sem hefur nú sannarlega góða reynslu af þessu markaði og þeir hafa... Leiðilegt að heyra hundin, var hann ekki að... Nei, ég er ruglað saman. Þú ert ruglað saman, ég þannig ennþá líf. Hvort það þá annar hvolp, já. Já, ég fyrirgefi, já. Ég er ruglað þessu saman, ég byrst það alls upp. Já, ekki málið. Já.
1, 2, 1, 2. Já, kennum við bara textan. Syngjandi hér, syngjandi er ég allstaðar. Bam, baram, bam, bam. Nefndarfundi eru þið alveg hreint með ólíkindum. Hvað verið að æfa akkurat núna? Núna verið að æfa ég ekki út það. Og ég hafa kannski lesið að Eyjólfur að fara í fæðingu. Svolítið gaman af því, en ást okkar, hún hefur borðið ávöxt. Aldrei fæ ég nóg af því, einu sinni ég átti geit. Af hverju er svona hræddur við geitur í dalnum? Já, heldur betur, takk fyrir þetta Jónas og við förum að kveðja þá hérna úr Herjólfsdal þar sem að einmitt í brekkunni verður sungið hástöfum innanskams. Takk fyrir þetta, Smári, gott að þú fannst myndavélamanniðinn. Þeir hafa sendt Jöfullinn. En við fáum að fylgjast með upphitun. Hvað í anskotanum ætlaði ég eftir að segja? Okay. It's where I belong down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Við eigum næðisrýmin fyrir þinn vinnustaf. Íslandsskeifunni 8 og Ísland.is. Nýr CLA frá Mercedes-Benz með þér inn í nýtt ár. Askja. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegar hátíðar flokkunar og friðar. Flokkum okkur inn í umhverfisvænt ár. Sorpa. Landsbankinn þakkar fyrir samfylgdina á árinu. Við erum þakklátt fyrir öll tækifærin til að efla samfélagið í krafti samvinnu við drífandi fólk all land. Við hlökkum til að vinna áfram að framtíðinni með þér. Við erum betri saman. Landsbankinn. Tertupakkin. Partípakkin. Pappapakkin. Og síðastur en ekki sístur, sýningarpakkin. Mikið úrval af flugeldum í öllum stærðum og gerðum inn á stjörnuljós.is. Pantaðu þína flugelda á netinu í ár. Stjörnuljós.is. Mamma. Við fengum hús. Á kotta hvílir kollurinn, víða reikar hugurinn, sýnir ótal myndir frá í dag. Legðu lóa þinn í minn, meðan nóttin læðist inn, og mjúka myrkrið lokar burtu lætin. Ég skal kúra hjá þér, finndu hlýjuna frá mér. Úti róast önnum kafinn strætin. Já, það margt að vera að gera þetta. Það bara þannig. Þegar svefnin sígur á, aldrei finn ég meir en þá. Allt í lagi? Hvað ég þakklát fyrir þig. Fyrsti bátur ársins 2026 stefnir í 65 milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Sendum félagsfólki, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum hugheilar jóla- og nýárskveðjur. Félag iðn- og tæknigreina.
Happdrætti Háskóla Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og þakkar fyrir stuðninginn í gegnum árin. Saman byggjum við blómlegt háskólasamfélag. Ég vona að taflan virki. Ég held að sé að fara. Það virkaði. Panodil Sap veitir hraðari verkjastillingu. Vísindamenn Öryggisakademíunnar hafa sýnt fram á að það sem ekki springur strax getur alltaf sprungið síðar. Þegar flugeldur springur ekki eru einu rétt viðbrögðin að bleyta vel í honum og koma honum í flugeldagám á næstu sorpstöð. Alls ekki reyna að kveikið þeim aftur. Vissulega vonbrigði, en betra en óhapp. Slysavarnarfélagið Landsbjörg í samvinnu við Sjóvá. Jólin eru tími samveru og kærleika. Við hjá Alvotech vinnum að bættri heilsu og bjartari framtíð fyrir okkur öll. Gleðileg jól og farsælt nýtt ár. Alvotech. Betra aðgengi, betra líf. Þegar hann steig fyrst á land, þreyttur og bugaður eftir ógnarstjórn síns gamla lands, vissan að hér myndi hann byggja nýtt ríki. Smáríkir. Ódýrasta ríkir. Nýr CLA frá Mercedes-Benz með þér inn í nýtt ár. Askja. Við eigum næðisrýmin fyrir þinn vinnustaf. Íslandskeiðunni 8 og Ísland.is. Nú gamlársdagur, já og kvöld felur alltaf í sér ákveðin tímamót. Við lítum öxl en á sama tíma fram á veginn. Til eru skáld sem setja þetta allt í samhengi og sjá samtímann svona með sínum kómísku augum. Og hingað kominn Vilhjálmur B. Bragason, leikari og annar helmingur vandræðaskálda. Og hann ætlar nú að gera atlögu að uppgjöri við árið 2025. Gjörðu svo vel. Nú gerum við upp árið. Námi, klámi í kirkjum fá börnin þín, kát þau bryðja á leikvöllum nikótín. Moskítóflugurnar fluttum inn og flensur heimsins og 6-7. Allt að gerast í innflytjendamálum. Veiðigjöld, hver nú vegferðin? Voðalegt, aumingja útgerðin. Andskot aumt fyrir þjóðina að stela úr vörsum auðmanna. Það illa gert, það voru bara engin jól hjá Samherja. Málþóf olli langmestu kvölunum. Met var sett en líki við tölunum. Hver þingmaður þrasaðins hann varð hás, en þó engin meira en Snorri Más. Hann talaði svona á hinsegin en mest hinsegin. Þorgerður trúði úr vestri gaf talsvert trós. Vegagerðin trylltist út í hjartaljós. Sjallar settu Valhöll á söluskrá, svo hraðbankaræningin fór á stjá. Í Mosó, það eina leiðin til að eignast húsnæði í dag. Það ekki hægt að fá lán hjá bönkunum allavega. Þá almennt fólk á árinu gerði gagnfór, ræsti tæknir, óvart með skúrivagn í segulómstofu og sogaðist á, svo 12 millur kostað að losa hann frá. Já, það var nú þess virði að var þetta að bjarga vagninum. Ef í heilbrigðiskerfi fjármagn fæst, þá geta draumar ræst og við lifa næsta ára af. Hvernig væri það? Baðlón opnuð voru nær allstaðar. Óhreint fólk fyrir mörg þúsund sig baðar. Í Vesturbænum fólk skítugt var vegna flögnunar lauga þar. Það var ekki komandi inn á Kaffi Vest fyrir lyktinni. Player féll og partíið kláraðist. Pirrað fólk á flugvöllum táraðist. Nú vita þau sem náðu ei, nothing beats a jet to a holiday. Nothing beats a jet to holiday. Dætur og synir dýrkuðu nýja trú. Dubai súkkulaði og Labubu. Á ChatGPT eiga gerfið inn. Þau eru gráðu í allt,
nema Laxnesinn, það les hann náttúrulega engin lengur, engin getur lesið sér til gagns, en þau eru nú að pæla í öðru krakkarnir, eins og Tungsahúr og Trallaler og Trallala og Trippi-Troppi herjuðu á þjóðina, Ballerína, Cappuccina, Birbir, Patapín, Brainrot var efni í fjölmörg mím, spyrjið bara krakkana ef þið skiljið þetta ekki. Ráðgjafi einn reyndist vinna ósköpstíft, ríkislögreglustjóranum var ei hlíft, 33.000 raunsætt verð, fyrir rúmfatalagersferð. Ég að fara í Juska á eftir ef ykkur vantar eitthvað þannig á borðinu. Inga þrefaldur, orðin ráðherra, urlaðist yfir skóðþjófnaðs óþverra. Við með Eurovision feiluðum að senda hann ekki áður en við beiluðum. Hún hefði nú plumað sér vel í Eurovision hún Inga, kannski betur en í skómálinu því að hún var nú bara eitthvað hérna. Eru þið kannski með skóna? Þeir eru í hillunni. Eru þið kannski með skóna? Þeir eru í hillunni. Eru þið kannski með skóna? Þeir eru bara í hillunni. Á 9 ári kveðjum eftir sjár og högum okkur skár. Það verður minnisskjár. Nú kemur okkar ár. Gleðilegt nýtt ár og gangi ykkur vel á því næsta. Já, það er viðandi að villi vandræðaskáld fái að fara yfir árið svona því að það var margt vandræðalegt á þessu ári, heldur betur, en það er nýtt ár framundan og á nýju ári verða kosningar, sveitarstjórnarkosningar. Og Kristrún, þar hefur Samfylkingin í borginni verið í bílstjórasætinu lengi. Þið eru með borgarstjóra, fylgi er ágætt, reyndar ekki persónulegt fylgi borgarstjóra og nú er hvíslað, þetta er svona hvíslhlutin, nú er hvíslað að þú leitir logandi ljósi að einhverjum til að taka hann oddvita slag við Heiðu Björgu, byrja að hringja í einmitt fastagesta á Kaffi Vest og eiga Pétur Marteinsson, fyrrverandi fótboltakeppu. Hvernig gengur þessi leit? Já, ég held að það sé nú svolítið ofsögum sagt mín áhrif. Ég ætla ekkert að gera lítið úr því að það er ekkert óeðlilegt að flokksformaður hafi áhuga á góðu gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum. En það er bara mikið spjallað og talað í grassrót. Ég er búin að tala við alls konar fólk sem ætlar í framboð, sem ætluðu og ætluðu ekki í framboð. Ég er búin að tala líka við sitjandi borgarstjóra, þannig að ég auðvitað bara sinni mínu flokku ég vel. Hvað sagðirðu við hana? Sagði bara, Heiða, nú tökum við þetta. Sagðirðu það? Ég hef ekkert sett mig í þau spor að ætla neinum neitt í þessu prófkjöri vegna þess að ég ber bara virðingu fyrir því að Samfylkingin í Reykjavík ákvað að halda prófkjör fyrir 6 efstu sætin. Það er bara lýðræðisveisla eins og sumir myndi segja. Og það er alveg nóg virkni og næg virkni í grasrótinni til þess að taka þann slag sjálf. Ég ætla hins vegar að segja, mér finnst bara mjög jákvætt ef að það reynist vera satt að fólk vilji koma nýtt inn í flokkinn, fólk með alls konar reynslu. Við erum orðin breiður og stækkandi flokkur eins og sést í landsmálunum og vonandi uppskerum við vel í sveitarstjórnunum. Þannig að við þurfum auðvitað bara að vera með flottan lista af fólki og ég fagna því. Guðrún, þú ert búin að vera á þessu ári formaður Sjálfstæðisflokksins, það er svona gengið og ýmsu fylgir fyrir niður, svo eru sveitarstjórnarkosningar framundan. Hvernig er svona hugurinn í mönnum? Hugurinn er ágætur, bara mjög góður og það er hugur í sjálfstæðismönnum. Við dveljum ekki við skoðanakannanir eða hvað þær tölur sína. Ég lifi eftir því og hef lifað alla ævi. Maður má ekki toppa villutíma. En er stemming í Sjálfstæðisflokknum? Það er mjög góð stemming í Sjálfstæðisflokknum. Er þið samheldinn og Já, höfum alltaf verið. Og það hefur verið mikið vinna verið í gangi í Valhöll og hjá sveitarstjórnarfólki okkar út all land. Við byrjuðum mjög snemma að undirbúa sveitarstjórnarkosningarnar og erum búin að forystan er búin að fara 2 hringferðir og starfsfólk Valhallar 1, þar sem við erum búin að hitta allt okkar trúnaða fólk og alla kjörna fulltrúa núna. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið langstærsta pólitíska aflið á sveitarstjórnarstiginu í áratugi og við höfum auðvitað mikið metnað til þess að halda þeirri stöðu. Og það er svo gott að vera í Sjálfstæðisflokknum vegna þess að við eigum umfram aðra flokka eigum við bara svo ofboðslegt mannval af góðu fólki sem er tilbúið til þess að stíga fram.
Þannig að núna fólk að máta sig og íhuga það hvort það ætla að halda áfram eða hvort það ætla að láta hér við sitja eða að einhverjir nýir að ganga til liðs við okkur og vilja taka slaginn í sínum sveitafélögum. Og það verður mjög spennandi. Það er búið að vera svo mikla breytingar í Valhöll og maður veit ekki hver er að koma, hver er að fara. Það er framkvæmdastjóri svo nýr og svo er það að reyna að selja Valhöll. Er komin ró í Valhöll? Verður ró í Valhöll á nýju ári? Er búið að gera alla breytingarnar og verður það seld? Það má aldrei vera ómikil ró í Valhöll. Valhöll á að vera suðupunktur hugmynda, hún á að vera öflug, þar á að vera mikið fjör og það er búið að vera rosalegt fjör í Valhöll á þessu ári. Jú, það hafa verið mannabreytingar og þær hafa bara gengið vel og mér finnst starfið ganga virkilega vel. Hvort að við verðum í Valhöll að ári, ég veit það ekki, en við verðum í einhverju Valhöll. Hvar hún verður veit ég ekki nákvæmlega, en nákvæmlega Valhöll eins og hún er bara víða. Hún er í félagsheimilunum okkar og hjá félögum okkar hringinn í kringum landið. Maður hugsa bara út eftir formannskosninguna út og hún var svo jöfn kosningin og hvernig umboðið er og hvernig það tekst að taka utan flokkinn. Þess vegna svona maður hefur heyrt pískur að það sé svona orðnir svolítið 2, jafnvel 3 fylkingar innan flokksins og erfitt að ná honum saman. En þú finnur þetta ekki? Nei, ég finn þetta ekki. Ekkert fann að sjá eftir þessu? Nei, byttu fyrir. Og ég hvergi að baki dóttir. Hvergi að baki dóttir. Nei, alls ekki. Fylgi flokksins var farið að dala þegar ég tók við honum. Við sáum það í niðurstöðum kosninga á síðasta ári. Og ég held að hluta því hafi legið þungt á sjálfstæðismönnum ríkisstjórnarsamstarf okkar í 8 vinstri í 7 ár. Og nú við erum bara á tímamótum, það er ný forysta, við erum í stjórnarandstöðu og alveg sama hvað valkyrjurnar okkar segja, þá líður okkur ekkert illa í stjórnarandstöðu. Við tökum það hlutverk mjög alvarlega. Við tökum það alvarlega að veita þeim hér aðhald, en þær kveinka sér óskaplega yfir því og eru búin að gleyma því að þær veittu fyrir ríkisstjórn bara heilmikið aðhald. Já. Heilmikið aðhald. Það er rétt. Þannig að við erum bara mjög bjartsýn í sjálfstæðisflokknum og ég finn ekki fyrir klofningi öðru. Sjálfstæðisflokkurinn er breiðfylking og þar hafa mjög margir sem hugsa til hægri. Við erum markaðssinnaður íhaldsflokkur, leggjum áherslu á alþjóðasamskipti, við leggjum áherslu á öryggi og varnir landsins og við höfum það kannski fram yfir miðflokkin Sigmundur sem að mér finnst við svona þjóðernislegur afturhaldsflokkur. Þá eru við aftur á móti hægri sinnaður markaðshyggjuflokkur eða markaðssinnaður flokkur. Og ég finn ekki annað en það er tekist á í sjálfstæðisflokknum. Við kunnum að fara í prófkjör, við kunnum að taka slagi. Við tókum slagi á landsfundi, svo kemur niðurstaða og þá fylgir fólk sér á bak við þá niðurstöðu og ég finn ekkert annað en það. Hvernig fannst þér þessi skilgreining á flokknum, Sigmundur? Ég myndi nú segja varðveislusinnaði flokkur frekar en afturhald. Það er svo mikilvægt að vernda það gamla góða til að byggja ofan á það. En ég ætla eins og vera að nota þessa innkomu mína, ef ég má, til að jafna aðeins leikina, því ég er búinn að skjóta dálítið á Ingu og Þorgerði. Já, kottu með það. Ég má ekki alveg Nei. forsætisráðherranum. Kottu með það. Og sérstaklega í framhald af þessu lagi og því sem þeir eru að tala um nú. Heldur að ég við saman þetta lag? Nei, líklega ekki, en það sem við erum að sjá núna er mjög áhugaverð þróun í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, sérstaklega í Reykjavík hjá Samfylkingunni. Koma aðeins inn á það. Kemur stjórnmálaskýrandinn aftur fram. Óháður. Ég kann mjög ágætlega við það hlutverk að vera óháður, af því ég er svo sanngjarn í eðli mínu, þannig að mér líður best þegar ég má vera óháður. Er miðflokkurinn það óháður? Nei, ég er svona friðelskandi maður að ég vil að allir séu annarkvort jafnglaðir eða jafn ósáttir. En það ertu miðjuflokkur, það er nýja skilgreiningin, heyri ég, en miðflokkurinn er sannarlega á miðjunni. Nú eru komið borgarstjórnarkosningar og sveitarstjórnarkosningar almennt og við erum að sjá mjög áhugaverða atburðarás teiknast upp akkurat núna þessi áramót. Það sem að þríeggið eða bandalag Ríkisútvarpsins, Samfylkingarinnar og Kaffi Vest er að reyna að átta sig á því hvern eigi að bjóða fram. Og að því mér skilst, þá voru ykkur áform upp að Sigurður Gísli Marteinsson, sem að fyrir löngu síðan var talinn sjálfstæðismaður, gæti verið góður kostur. En það gekk eftir
Þannig að þá leitað til fóstbróður hans. Já. Og meiri sé að formaður flokksins. Betur en ég. Formaður, já þeir eru fóstbróður, þú veist það. Já, ég meina, þú ert bara farin að teikna svo rosalegt hérna. Þess vegna er þetta alltaf að hitta hann. Þess vegna er þetta alltaf að tala við hann að koma í framboð. Hver er að fara í framboð fyrir ykkur? Þú ert að reyna að koma þér undan því hver verður í framboð. Ég er að leiða inn í þetta allt. Þess vegna er varakosturinn og sóttur af formanni Samfylkingarinnar, hvorki meira en ég minna, í andstöðu við borgarstjóra Samfylkingarinnar, sem eru tölverið tíðindi, varamaður Gísla Martins Baldurssonar úr þríegginu RÚV Samfylking Kaffi Vest. Og ég hlakka mjög til að fylgjast með þeirri kosningabaráttu. Já, sem hafin hér við borðið, sé ég. Þannig að þú ert farin að stilla þessu svona. Ég er að gefa hlutlaust álit á stöðuna. Þið ætti að fá hann til að semja lagið á næsta ári. Þá verður hann aðeins. Svo ég hendi því áfram. Hann geti líka sungið það. Til að hrósa, til að hveita Guðrúnu til dáð og hrósa henni. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn geti bætt töluvert við sig á nýja árinu. Ég er ekki viss að þið takja frá okkur varðveislu sinnaða skynsemishyggju-flokknum, en takja frekar á Samfylkingunni, systurflokki sínum. Þannig að eftir því sem að efnahagsástandið þróast með þeim hætti sem stefnir í og það kemur betur í ljós hversu innihaldslaus loforð þessara ríkisstjórnar voru, þá muni fylgi Samfylkingarinnar loksins byrja að dala og færast til líklega Sjálfstæðisflokksins, systurflokksins. Ég held að við ættum aðeins að beina sjónum að þín meginflokki núna. Jó. Já, Þetta er eiginlega, já, þetta er ótrúlega. Þetta var þessi borgarskipulag. Já. Það líka fyrir. Já. Það er ekkert komið fram hver er að fara fram fyrir miðflokkin í borginni. Nei. Og nú er hvíslað. Ertu búin að fara á Kaffi Vest? Það er ekki fyrsti staðurinn sem ég myndi leita, en... Hvert væri þú, Sigmundur? Gullinbrú. Það er hvíslað að þú sért að sýna borginni svolítið áhuga. Já, ég hvort sem það sé kandidat eða hvort þú sért sjálfur að velta... Ég sýni borginni mikinn áhuga og hef alltaf gert. Hefur þú eitthvað huga að fara í reyndar bæjarfélögum allt land. En hefur þú huga að fara sjálfur í borgarbók? Nei, en ég hefði mjög gaman af því að taka þátt í kosningaslagnum þó ég verði ekki sjálfur í frambóði. Smiðjan hefði litið öðruvísi út eftir að fengið að ráða. Já. Já, ég var algjörlega sammála þér þar. Takk fyrir. Þetta Börbörishús sem var byggt þarna er ekki fyrir minn smekk heldur. Heyrðu, Inga, við erum að ná betur og betur saman eftir sem líður árið. Já, ég bara hef ekki trúað þessu. Ég hef ekki trúað þessu óreyndu. En þetta er, já. En langar þig að vera borgarstjóri, Sigmundur? Ég get alveg gert það, en ég er uppbygginu annað og ég er... Þú komið svo marga þingmenn. Ég er í eðli mínu landsbyggðarmaður, þó ég hafi verið ættleitur í Norðausturkjördæmi, þá er það núna mitt heimaland og ég vil berjast fyrir hagsmunum þess áfram, en það þýðir ekki að ég get ekki hugsanlega komað einhverju liði og reynt að blanda mér í borgarmálin sem eru búin að vera í fullkomnum ógöngum. Þar eru við saman. Ég er bara vorkenni Reykvíkingum að hafa setið undir þessu. Og það er hægt að gera svo miklu betur, það er svo miklu betur með því að innleiða heilbrigða skynsemi í borgarmálum eins og önnur mál. En að borgarstjórnarkosningarnar eins og aðrar kosningar framöndan eru mikið tilhlökkunar efni fyrir mig. Já. Framsókn náttúrulega misti borgina á árinu, það var svona... Nei, við mistum hann ekki, við sögum bara það er ekki hægt að vinna með þessu fólki. Var ekki Inga sem sagði ykkur hvernig þetta ætti að vera? Sko, Inga sagði ýmislegt á þessum degi og ég ætla ekki að hafa það allt eftir. Hvað hafa það eftir? Föstudagur. Ég ætla ekki að hafa það allt eftir. En niðurstaðan varð svo að í stað þess að fá nýjan meirihluta sem hefði getað komið þeim breytingum í gegn sem að við í Framsókn og Einar Þorsteinsson og hans menn lofuðu, að þá kom Inga Sæland veg fyrir það, eða Kristrún, ég veit ekki hvor þeirra tók í handbremsuna en önnur hvor þeirra var það. Og við sitjum uppi með þennan fáránlega meirihluta sem að enginn vill hafa í dag og ég skil vel að Kristrún sé að reyna að vera á höttunum eftir hinum og þessum til að fara gegn sitjandi borgarstjóra sem er erfitt. Þannig að við erum hérna, og það er alveg rétt sem hún sagði að við sem formenn flokka erum auðvitað öll að vilja gera til þess að hjálpa til og gera eitthvað en leið og við stígum inn í þá erum við farin að trufla sko samfélagi í hverju einasta sveitafélagi og sveitafélagin eru yfir 60 og ég hef nú sagt þetta áður að þið hérna landsdekkandi fjölmiðlarnir þið og stóra systir eða stóra bróðir eða hvað hann kallaði hann upp í eftirleiti horfið
eiginlega bara á höfuðborgina og nágrannsveitarfélögin. En þau eru yfir 60 og við í Framsókn náðum gríðarlega góðri kosningu 22, líka gríðarlega góðri kosningu hérna á höfuðborgarsvæðinu. Heldur betur. Og erum í meirihluta með bæjarstjóran í Hafnarfirði, meirihluta í Kópavogi, stórkostlegan sigur í Mosó og einnig í Reykjavík. Já. Þannig að það verður mjög erfitt fyrir okkur að verja þá stöðu en varnarsigur væri frábær. En talandi nýja... Ég held að það verði hins vegar ekki hægt. Já. Talandi hugsanlega borgarstjóraefni úr Kaffi Vest eða Miðflokknum sem mér heyrist að vera skilgreina sig sem safnflokkur. Hvað sagðirðu? Safnflokkur. Sem eigi heim á safni. Svona varðveislu. Torfbær í jakka. Sem kannski... Þið skiljið ekki mikilvæg þess að vernda íslenska menningu og þjóð. Það liggur vandi allra þessara flokk. Jú, ég skil það. Já, sko, Framsókn... Já, það votta fyrir því á einhvern. Reyndu þetta ekki. Framsókn skilur það náttúrulega fullkomlega. En ég held að í Reykjavík verði ekki til nýr meirihluti þar sem við losnum við áhrif Samfylkingarinnar öðruvísin en Framsókn verði í þeim meirihluta. Þannig að ég held að það sé mjög mikið. Eins og síðast. Ég held að það sé mikið. Það var því miður ekki hægt að mynda annan meirihluta síðast. Og þegar það gekk síðan ekki eftir, þá stóð Einar Þorsteinsson upp og sagði, við skulum ekki halda áfram, við skulum ekki sitja hérna út þetta tímabil. Já, hann hafði nú eiginlega ekkert val, hann var búinn að spila sig út, var ekki? Nei. Og get ekki framkvæmt þær breytingar sem að þarf að gera. Þannig að ég er bjartsýnn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar bæði hér í Reykjavík en ekki síður hérna í þessum sveitarfélögum sem þið hafið áhuga á, en ég er mjög bjartsýnn fyrir mjög mörg sveitarfélög hringinn í kringum landið, satt með segja. Það náttúrulega alveg átækalegt að horfa upp á einhvern veginn stjórnleysi sem búið að vera hér í borginni í allt og mörg ár og maður hreinlega finnur til með venjulegu fólki sem bæði kemst ekki til og frá vinnu hér, kemur varla barni inn á leikskóla fyrir en að barni við það að lenda inn í grunnskóla og hér hefur meirihlutanum ekki tekist að leysa bara einföldustu mál. Ég hef til dæmis aldrei skilið það að öll sveitarfélög önnur, meira segja hér í kring, hvort sem að það Kópavogur, Hafnarfjörður, Árborg, Akranes eða hvert við förum, að þau leysa til dæmis leikskólamálin. Af hverju ekki hægt að leysa leikskólamálin í Reykjavík? Þetta bara viðfangsefni. En meirihlutanum hér hefur einhvern veginn, hann gengur eins og flækjufótur og getur ekki einu sinni skipulagt borgina þannig að sómi sér að fólk vaknar allt í einu einn góða veðurdag og sér grænan vegg. Og það kemur fólki á óvart. Hvaðan kom þetta græna skrýmsli svona allt í einu out of the blue á góður íslensku? Já, það var ekki búið Sjálfstæðisflokksins, það get ég sagt þér. Himnum ofan. Inga, það var ekki búið Sjálfstæðisflokksins. Það náði í rauninni engin kontakt við það. Ég held að geti allir tekið undir að það ýmislegt sem að þarf að gera betur eins og til dæmis í leikskólamálum og það þið berið ábyrgð á þessu? Já, en Guðrún, ég ætla samt bara að fá að segja það sem Reykvíkingur í húð og hár. Þá ég mjög stolt af Reykjavík og það gott að búa í Reykjavík. Það eru áskoranir í Reykjavík en við verðum líka að komast á þann stað og við berum auðvitað öll ábyrgð á því og líka þeir sem að munu taka við stjórnartaumunum áfram að við þurfum auðvitað að hafa höfuðborg sem allir geta verið stoltir af og við þurfum í auknum mæli að geta að tala með þeim hætti. Ég held að það sé Við erum það ekki í dag. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum líka á lofti mörgu mikilvægt sem hefur verið gert núna undanförnum árum. Reykjavík hefur verið í fararbroddi þegar kemur að félagslegri þjónustu. Fólk hefur bókstaflega flutt til borgarinnar til þess að verða sér utan þjónustu og út þjónustu. Og það hefur að einhverju leyti Sigmundur, en veistu, ég get svo svarað. Við getum alveg talað þessi mál, en getum við talað af virðingu við Reykvíkinga sem eru alls konar. Og sko við berum bara ábyrgð því við sem erum í pólitík að gera það ekki að aðhlátursefni hvernig við höldum utan fólk af alls konar uppruna. En ég ætla bara að fá að segja það. Ég held að sé hollt af því nú mikið hér verið að tala nýja frambjóðendur og annað.
Það jákvætt hvort sem í Samfylkingunni eða í öðrum flokkum og við eigum öll að taka það til okkar að það verði reglulega endurnýjun í pólitík, hvort sem í oddvitasæti eða í 7. sæti, í 10. sæti, hvort sem í landsmálum eða borgarmálum eða sveitarstjórnum. Það hollt fyrir flokka að reglulega endurnýja sig, fái nýtt blóð og ég vona á sem flestum stöðum, þrátt fyrir að það verði kannski ekki útskiptingar allstaðar, að það komi nýtt fólk inn í grasrót flokka. Þannig lifa flokkar að, þannig hefur Samfylkingin á vopnum sínum á undanförnum árum vegna þess að við einmitt breikkuðum opnum flokkin, tókum fleiri inn og það allt í lagi að gagnrýna Reykjavík. En ég ætla bara að frábiðja mér að við tölum með svona ofboðslega dramatískum hætti góðan stað. Það gott að búa á Íslandi, það líka gott að búa í Reykjavík. Það þýðir ekki að það sé ekki hægt að laga hlutina, en það gott að búa á Íslandi. Ég ætla að fá að grípa orðið það að fara að styttast verulega í annan endan hjá okkur og bráðum hleypum við ykkur öllum í áramóta gleðina, hver sem hún og það bara spurning, hver ætli sé mesti partípinnin við þetta borð? Já. Hver ætli það sé? Maskína spurði landsmenn hvaða formann þeir væru til að fá sem óvæntan gest í partíið til sín. Og við sjáum niðurstöðurnar hérna fyrir framan okkur. Hvar niðurstaðan? Þarna Sigmundur Davíð vann þessa könnun. Nei, herðu. En næstu, meira fjórði hver vill fá Sigmundur Davíð í partíið til sín. Ég veit ekki á hverju þau hafa verið. Kristrún. Ég mjög hissa á þessari niðurstöðu. Ég hélt að ég yrði öll. Þetta kemur partí sko ekkert við. Af hverju heldur að þú hefði verið aftur? Nei, ég er bara búin að tala af mér svo við í viðtölum hvað ég hann hrútleðileg. Sko, við þurfum að ræða. Mér finnst þetta flott. Saman. Við hefum gott saman Ég á ekki orð. Ekki nefnum fólk segja búast við nikkunni eða eitthvað svona. Þetta kemur mér akkurat ekkert óvart því að öll þjóðin búin að vera að kanna það hvaða aldur hún hafi á Spotify. Og ég var rosa spennt í desember að tekka mínum aldri og ég 82 ára. Ég hélt ég yrði hipp og cool, yrði 32 eða eitthvað, ég var 82 ára. Þetta alltaf, ég var greindur 70 þegar ég var 15 ára. En ég vil fá að segja að ég neðst þarna, ég skemmtilegri en ég lít út fyrir að vera. Bara svona, ég vil koma því að þetta versta skoðanakönnun sem að ég farið í. Ég aftur á móti mjög ánægð með þessa skoðanakönnun. Tek undir þetta. Það greinilega búið að fyrnast yfir það að ég var alltaf síðastur heim úr öllum partíum. Sigmundur Davíð, þú varst eins og leinigjastur þegar þið Bergþór massuruðu inn í steggjun fréttamanns og nú þingmanns og varaformanns Snorra Mássonar. Og það byrjaði þetta allt saman. Og ef það eru ykkur að giftast á 9 árinu, í hvaða myndavél við líta, þá veit ég hvert eigið að leita og ég get jafnvel tekið forsætisráðherra með mér í þessu niðurstöðunar á hann. En Sigmundur, Snorri blómstraði þessu ári. Já. Bergþór hins vegar, sem var svona þinn Robin í Batman og Robin, hann einhvern veginn, hann hætti sem þingflokksformaður og svo hætti hann með að bjóða sig fram sem varaformaður og svo frekk hann brjóskloss sem bara ömurlegt en tengist þessi kjöllu. Hann liggur heima núna, flatur, við sendum honum batakveðjur, gæti tengist þessu. Hvar Bergþór og hvað gerðir þér við hann? Hann að drepast í bakinu. Ég veit ekki hvort Bergþór verið sáttur við að vera kallaður Robin. Ég bara að segja Batman og Superman þetta samstarf á síðasta kjörtíðanbili. En allavega, já, Beggi, hann mun snúa aftur með heilt bak, vonandi sem allra fyrst á 9 árinu. Hann náttúrulega alveg ótrúlegur leikmaður og þeir sem að fylgjast með boltanum, þeir vita hversu erfitt það getur verið að missa lykilmann tíma, en sjáu bara hvað gerist þegar okkar maður snýr aftur. Svo voðalega mikið verið að pískra að hann ætli bara að fara yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Hann má koma? Já, ég vil breyta flokkinn. Já. Þú mátt líka koma. Ok, ég hef reynda fengið Ekki bara öll að koma. Í Sjálfstæðisflokkinn? Já. Nú? Eru forverðarnir ekkert búin að segja frá heim, við viljum ekki... Það má ekki fara í prívatsamtölinn. Nú, ég held við værum svolítið að vinna með það. En hérna, já, þetta verður skemmtilegt nýtt ár og af því ég veit ekki hvort ég muni komast aftur að, þá vildi ég náttúrulega tækifæri óskum til hamingju með afmælið, ekki þátturinn 35 ára? Í sjónvarpi, jú, Kryddsild í sjónvarpi. Já, 34 ára í sjónvarpi og 35 ára í sjónvarpi. Í alvöru? 39 ára með Bylgjunni. Voruð þið búin að skoða nokkuð hver þið komið oftast inn á þátt? Ég held að þú sért mjög ofarlega á lista. Já, nokkuð ofarlega. Þetta sem að spurði. Þetta var svolítið lúmt. Það var veislan. Þorgerður, ertu ekki sátt við, ertu góður partígestur?
Það verður kannski ekkert mikið... Ég er bara fegin að ég er þarna aðeins að falla niður að því það er Ég hélt þú það er orðspor sem er ekki alltaf gott með manni. Ég myndi að Þorgeir með mér í partíi, sko. Ég líka. En það verður kannski ekkert mikið partí í kvöld, þú ert að jafna það eftir aðgerð, skilst mér? Já, það verður partí hjá Þorgeiri. Þetta ár var viðburðaríkt, það var alls konar sem gerðist. Misti mömmu, svo var ég 60 og svo fann ég að það var partí, en síðan fann ég að augnlokin voru orðin svolítið þyngri og ég ákvað í sumar að fara í augnlokaðgerð. Svo kom hérna Grímsfjölskyldan í stjórnarandstöðuna og kom ég vekk fyrir það í sumar með málþófi. Þannig að ég fór núna jólin í aðgerð sem sagt á augnlokum og Íris er búin að, hvað ertu Íris einhvers staðar, að hún er búin að sminka mig mjög mikið og ég er mjög blá hér undir. Kristján kallar mig hérna pandabjörnin sinn, bara þannig að þið áttið ykkur á hvernig ég er. Þannig að tæknin er mjög fín, ég er að nota hérna kyrslugleraugun mín og hérna reyna að feika þetta en svo finnst mér merkilegt að það er hálf þjóðin búin að fara í þetta. Já. Og þetta er bara verður fínt og ég fer að sjá aftur og ég bara elsku. Sko. Já, bara svaka fín með gleru en nýja árið, það verður náttúrulega, þetta verður rosalega spennandi ár. Já, kosningar, við í Viðreisn, við náttúrulega hlökkum til að fara í kosningar hvort sem það er í borginni, það er ýmislegt sem að þarf að gera í borginni. Ég er sammála Kristrúnu, borgin er góð en það er margt sem þarf að gera. Það þarf margt sem þarf að laga til, bæði í rekstri og svona ákveðnu utanumhaldi. Já, bara mjög margt sem að þarf að gera en ég hlakka til nýs árs, ég hlakka til að starfa með ykkur öllum, við eftir að takast á, það er það sem við eftir að gera en við líka eftir að saminast fleiri hluti heldur en færri og við kannski að samanast það að koma þeim að því að við eigum öll eitthvað svona aðeins í því sem að er að gerast gott og gerast vel í okkar samfélag og síðan eru þetta, þú veist, já, það eru prinsippmál sem að við höfum tekist á og hérna, hvort sem að það er veiðigjöldin eða annað en ég hlakka alltaf til áramóta og janúar af því að þá byrja vorþing og þú ert reynslubolti, ég er aðeins meira reynslubolti þú og mér finnst gott að vera á Alþingi, mér finnst náttúrulega sjúklega gaman að vera í stjórn með þessum skvísum hérna en það er gott að vera það sem að við erum og við erum að því leitin til ég var að tala um forréttindi áðan, það er gott að vera inn á þingi og reyna að ná að gera samfélag okkur betra þannig að ég fer meir og þakklátt eftir þetta ár inn í nýtt ár og við ætlum bara að reyna að gera okkar besta. Það er náttúrulega handboltamóti í janúar. Já, ég fer og tek mér leyfi, ég er 15. til 21. Ég fer beint út 15. og hérna... Inga verður utanríkisráðherra líka. Inga verður það verður að bjóða mig fjórða hattinn, ég ætlaði bara að reynda verður Inga menni úti því hún verður íþróttamálaráðherra. Halló! Hver ætlar þá að tala fyrir samtala? Það væri ekki greitt sín án þess að fara á persónulega nótur. Nei. Og við erum komið þangað og okkur langar að fara í hrósring. Ég held þessi að tala rosa mikið svo við missum tíman. Ég er búin með hrósring. Mögulega. Mér langar þetta að breyta þessu og fara eftir að heyra Kristján kallaði Þorgeiri pandabjörnin að fara í hringinn þar sem við fáum að vita hvað makinn kallar formanninn. Ég veit ekki hvort það sé. Nei, maður veit ekkert hvað kemur upp úr því. Það er svo mikil óvissuferð. Þau eru líka orðin svo persónuleg, við fáum kannski vita of mikið. Þannig að við skulum bara halda okkur við hrósi. Já, gjörum það. Og við erum að gera þetta öðruvísi. Venjulega hefur fólk fengið að vita hverju þú átt að hrósa, allan ekki að lesa út. Ef þú ekki fyrstur þá hefur smá tíma sko. En núna er það bara beint í slaginn og Inga, þú fara að byrja. Fæ ég að byrja? Þú er svo heppin að þú farið að hrósa honum Sigurði Inga. Ég fekk líka að gera það í fyrra. Já, við erum bara að nota það sama. Nei, Sigurði Ingi hrósaði þér. Þú veist krítarnar frá Sigurði Inga í fyrra. Það var hrósið. Hverju hrósaði ég í fyrra aftur? Sigmundi Davíð held ég. Já, ég get líka gert það. Já, nota það bara líka. En þið eru hvað sem er úr sama flokki. Ég veit ekki alveg. Nei, ég er ekki að safni. Ég veit ekki út af hvað þetta fór allt í skrúuna. En hins vegar, þá verð ég að segja það. Þú hefur komið á óvart núna í stjórnarandstöðinni. Vegna þess að þú ert verulega manneskjulegur. Þú tekur tillit og ég myndi segja það að já, mér finnst gott að vinna með ykkur í stjórnarandstöð. Svo langar mig að bæta við fyrir utan hvað þú ert náttúrulega frábær að því á að hrósa þér. Það er ekki samt alltaf marka sem ég segi. Ég verð samt að segja þetta af því að, já.
En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég vel líka bæta því við, leiðu ég hrósa þér, að við erum öll hér sem hér sitjum og erum kjörnir fulltrúar. Við erum öll raunverulega með hjarta í samfélaginu okkar. Og sumir eru leiðilegir en aðrir, en þú varst frekar skemmtilegri. Vá, það er enginn að fara að toppa þetta. Nei, getur ekki bara hægt. Sigur Ingi, þú fara að hrósa Þorgeiri. Það er ekkert erfitt, sko. Þó við séum fullkomlega ósammála í Evrópumálum og við getum tekist málefnulega það, að þá er ég búin að þekkja Þorgerði Katrínu bara býsna lengi, ég kom inn á þing 2009 og þá var hún reynslubolti. Þá var hún þar. Og reynda sem varaformaður Sjálfstæðisflokksins. En bara sem manneskja, þá er þetta manneskja sem er með mikið keppniskap. Hún er ekki bara alveg af sér einn besta handboltamann þjóðarinnar, heldur er hún sjálf keppnismannskja. Og það er bara gaman að vinna með henni þegar að maður er að vinna í sömu átt. Á sama hátt getur það verið áskorun að takast á við hana vegna þess að hún er keppnismannskja. En við höfum bara gaman að því og einu sinni kom hún í hestaferð heim til, það eru mínar slóðir og hún og hennar fólk kom til mín við eldhúsborðið til þess að finna réttu leiðirnar og ég fór ríðandi með þeim þarna út bakkana. Það var svo gaman. Og það var geggjað og þannig að já, Þorgerður Katrín er ágæt en ef hún sleppti öllu þessu Evrópukeftaði. Þú veit sjá ljósið. Takkar sko. Og Þorgerður, það er Guðrún. Þú átt að hrósa Guðrún. Já. Nýliðanum. Já, náttúrulega við Guðrún er búin að þekkjast mjög lengi og mér hefur alltaf þótt alveg undurgott að vinna með þér, Guðrún. Bæði fyrir tíð en líka núna og þú ert náttúrulega að takast á við risaverkefni sem að leiða flokkiðinn. Það er alltaf ofsalega gott í þér. Þú ert heilbrigð, þú ert skynsöm og þú ert sönn. Og maður finnur það líka hvernig fjölskyldan þín er. Ég held að það segir mjög mikið, að ég þekki þau líka ágætlega allt þitt fólk. Að maður sér hversu samheldin þið eru og maður finnur það sem að þú ert að gera það af trúmennsku. Ekki einhverju skyldurækni, heldur af trúmennsku, af ástríðu og þú vilt gera betur. Þannig að það er bara gott að vera í kringu þig, elsku Guðrún mín. Það er bara verða að segja það eins og er. Og við vorum að tala um það fyrir útsendinguna varðandi ísina, því ís og lakkrís er mitt uppáhald. Þú veist, þrátt fyrir að þú ert alveg formaður Sjálfstæðisflokksins og þá held ég ennþá mest upp á kjörís. Og það kannski segir líka það bara hvernig þú hefur nálgast mjög marga hluti að það finnst mér finnst að vera ákveðin snerting við mennskuna og mér finnst mjög vænt að sjá það. Þannig að bara ég hlakka til að starfa með þér í stjórnarnarstuðu sem á móti hvernig sem er. Bara en allavega takk fyrir hvernig þú hefur nálgast hlutina fram til þessa. Og gangi ég vel. Takk þá. Er ekkert samstarf þarna með kjöri sem Þorgerður Katrín? Já, þetta er eins og Inga segir, veikublettur af mér er matur. Ég bara má ekki fá mat fyrir frá henni. Og Guðrún veit það að kjörís, eða sem sagt ís, er meðal annars veikublettur. Ef það fara á Eyðeyju, þá myndi ég taka með mér lakkrís, fyllt af lakkrísleimar og síðan kjörís. Það er ekki með praktísk. Svo á hún sitt annað heimili í Ölfusi, steinsnar frá mínu heimili. Já. Þannig að hún er mikið í Hveragerði. Mjög mikið í Hveragerði, búin að sjá hvernig Hveragerði er búin að þroskast sem dásamlegt sveitafélag yfir í einhvern veginn. Það er allt að gerast í Hveragerði og það er frábært að sjá hvernig Hveragerði núna er blómstrandi bær. En mér þykir eiginlega vænst að heyra að þið þykir ég skemmtileg, þannig að þú myndir líklega bjóða mér í þetta partí þarna. Já, ég hef verið neðst. Þú veist, það er ýmis partí sem við höfum farið í, þú mátt ekki gleyma því, sko. Ég hlakka til að sjá þig í Ölfusinu. Takk fyrir. Það er alltaf velkomin. Guðrún sem á að hrósa Kristrúnu. Já, það er nú ekki erfitt. Kæra Kristrún, við erum nú búin að þekkjast lengi, unnum báðar í húsi atvinnulífsins, kynntust þar fyrst. Og það sem er einkennandi fyrir Kristrúnu er að hún er auðvitað yfirburða velgefin, góðum gáfum gætt, vel menntuð og tekst að koma svona sínum fræðum vel fram, þó ég sé ekki alltaf sammála þér í svona hagfræðilegum skilningi. Ég finn ekki annað en að Kristrún sé
mjög heiðarlega í sínum störfum, hún mjög það að vinna gagn fyrir þjóðina og það kann ég vel að meta og við höfum átt samtöl það að við erum sammála að við viljum styðja við samheldni þjóðarinnar, styrk þjóðarinnar og Kristrún sönn í því. Svo hefur hún það fram yfir mig að hún góð söngkona en ég ásamt Kristrúnu, við erum stofnendur af Alþingiskórnum. Það rétt. En ég þurfti að hafa... Þú stóðst þig bara vel í honum. Nei, ég stóð mig alls ekki vel í honum, en Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir varð að standa við hliðina á mér og syngja upp í eyrað á mér svo að þetta kæmi nú skamlaust frá mér, Píratinn sjálfur. Og ég alltaf að bíða eftir að Jakob Frímann eða Inga mæti nú og við tökum næsta gig Alþingiskórinn. Það lítur að koma að því. Og svo spilar þú líka á harmoniku. Og það sem að ég öfunda þig af, sem að ég held að hafi fram yfir mig, að ég held að þú náir að skipuleggja betur svona balansinn á milli vinnu og fjölskyldu. Ég þarf að gera betur í því, en ég á ekki lengur lítið börn, það átt þú. En það gott að vinna með þér og ég óska þér allra heilla í þínum mikilvægu störfum, Kristrún. Takk, Guðrún. Vá, Já, takk nú þetta með ykkur inn í nýja árið. En það var það Sigmundur og hann ætlar að hrósa Ingu Sæland. Já. Komið tími til. Það verður nú ekki erfitt. Nú þarf ég að byrja á því að hrósinni fyrir að stofna Alþingiskórinn. Já, ásamt... Fyrsti stofnandinn, áður en að þið endurvöktuð hann. Það ekki? Nei. Nei, var það? Vistu eini stofnandinn og Jakob Frímann, hann alveg bara... Já, Jakob Frímann, já. Bara kyndilberi. Í hvaða flokki var hann? Þú komið með Jakob. Já, hann kominn til. Þið getur stofnað miðflokkskóri núna. Já, hann nú mikið reynt að gera það. Trúi því. Takmarkum árangri. Þetta stundum einsöngur hjá honum. Þið eru svona varðveislu flokku því að varðveita sönglögin íslensku. Við gerum það, sjálfsögðu. Það svolítið verið að sigla í kjölsógin af flokki fólks, svona pakkmann. Ef að við losum okkur vengur, þá kemur Simmi og grípur hann. Þannig að bara, við látum einhver að fara og kemur Simmi og... Inga, ég var verið að hrósa þér, þú styggja mig á. Nei, fyrirgefðu, ég var búin að gleyma að vera að hrósa mér. Hann eins og úlfurinn í rauð? Ég var að gleyma að vera að hrósa mér, elsku Simmi minn. En þú ert samt í kjölsóginni. Inga Sæland, alþingismaður og ráðherra, þrefaldur, getur verið mjög skemmtileg. Og það ofta alveg rosalega, sérstaklega þegar maður með henni í liði. Að því hún segir alls konar random hluti og trillir gjörsamlega pólitíska andstæðinga fyrir vikið. En hún getur líka verið mjög hlý og vinaleg. Og það mjög góður kostur. Auk þess sem að hún að sjálfsögðu í því sem hún að berjast fyrir af mikill einurð og alúð og sannfæringu. Sem líka mjög mikill kostur. Og hún frábær söngkona. Og ég held að við séum komin með lausnina fyrir þríeggið RÚV Samfylkingu Kaffi Vest og vandræðagang þeirra með Eurovision. Ég held að RÚV ætti að endurskoða ákvörðun sína og taka upp hugmynd sem kom fram hérna áðan og senda Ingu Sæland í Eurovision. Þú myndir algjörlega brillera þar. Öll þjóðin yrði ánægð, hvað sem standa í einhverjum alþjóðamálum. Þú myndir ná með þáttökuðin í Eurovision og nú vonum við bara að Ríkisútvarpið eða fulltrúar þessi að horfa þarna þátt. Þú myndir þar ná að sameina Íslendinga alla. Já, það komin áskorun. Takk fyrir það. Ná fylginu frá miðflokknum aftur. Takk fyrir mig. Ég var ekki að gleyma þér, sko. Þú ert núna að hrósa honum Sigmundi. Já, ég var farin áttum á því. Það ekki? Þú varst vel ekki saman 2-2. Hvar á ég að byrja? Sko, Sigmundur náttúrulega ótrúlega skemmtilegu maður. Ég held að vita það allir hér við borðið. Nú get ég ekki einmitt. Þorgir komið með þessu gleru á sig. Hann ótrúlega hnittinn og skemmtilegu maður. Og ég held að allir sem hafa fylgst með þingrásunni hafi stundu séð að þegar einhver skellir upp úr þá það eiginlega ítrekkað vegna þess að hann í pontu. Og nú ég ekki að segja það vegna þess að það sé ekki alvarleiki í því sem hann segir. Það ekki margir sem að geta stíð upp að ofta jafnmikilli sannfæringu og hrifið sal með sér blaðlaust. Og þetta
þetta alveg einstakur eiginleiki. Ég held að það sjáist líka bara af hans pólitíska ferli, bæði hvernig hann kemur inn í pólitík með Framsókn sínum tíma og síðan einhvern veginn finnur fæturnar aftur með Miðflokknum að hans persóna náttúrulega einstök hvað þetta varðar. Þú ert bara mjög hrifandi í pólitík og það ástæða fyrir því að hann það sem hann Já, auðvitað eru ákveðnir hlutir sem maður ósammála, en annað maður sammála það bara eins og gengur og gerist í pólitík. En ég meina þú átt bara eftir að skilja eftir því ákveðin för í pólitíkinni og þú átt það, ekki spurning. Ég líka bara dáist staðið í hvað þú hefur látið yfir ganga í gegnum tíðina. Mér finnst það ekki sjálfgefið og ég meina þetta sko vel. Það ekki auðvelt að vera í þessu starfi, jafn mikil forréttindi og fylgir því. Og að þurfa að standa í lappirnar, gagnrýnin oft óvægin, stundum án rétt á sér og við þurfum að þola hana, en þetta stundum erfitt fyrir fjölskyldu og vini og annað og fólk sem gefur sig að þessu í góðan og langan tíma, það að gera þetta alvöru. Þannig að þú átt heiðuskili, Sigmundur. Já. Hann mjúkur og meir. Jæja, það bara komið að síðustu mínútunum. Þorgeir búin að setja upp partíglerugun, hún ætlar að reyna að hækka sig í könnuninni á næsta ári. Gott markmið á árinu. Skipta og gefa mér hennar græna. Nei, aldrei. Þessi flottur á það. Svo marga. Ekki, vertu með hennar rauða? Ég ætla að vera rauða. En takk fyrir að vera hérna með okkur í dag, þið sem sitið hérna við borðið, eyða þessum tíma með okkur. Takk elsku gestir og takk þið sem að heima sitið fyrir að vera með okkur í dag. Já, ég held að sé við hæfið að lyfta glösum. Já. Við sem hér sitjum og fólk út í sal endilega með okkur. Skála fyrir árinu sem senn á enda, fyrir íslensku þjóðinni og fyrir bjartari tímum bæði hér heima og erlendis. Skál! Skál! Skál fyrir ykkur og þá fyrir þessu ári að ljúka. Eftir aðeins örfáar klukkustundir 2025 þá horfið og kemur aldrei tilbaka. En nýtt ár færir okkur vonandi góðar stundir, ný tækifæri og kærleik manna í millum. Fréttastofa Sýnar þakkar gestum sem hér eru og ykkur öllum sem heima sitið góða samfylgda árinu sem nú senn liði. Njóti kvöldsins með ykkur allra besta fólki og við sendum óskir farsæld og hlýju í nýtt ár. Við kveðjum að sjálfsögðu með stemningslagi, gleðilegt ár og verið sæl.